maður margra Íslandsmeta, Hlynur Andrésson, einn af okkar hröðustu hlaupurum, allavega hraðasti hlauparinn okkar í mörgum vegalengdum, þar á meðal hálfu og heilu maraþoni, gestur þáttarins. Hans metnaður og dugnaður ekkert nema ótrúlegur þegar hann áttaði sig á leyndum hæfileika sínum til þess að þjást sem hlaupari, skipti hann fyrstu ást sinni út, körfuboltanum, og tók að hlaupa í staðinn. Það gerði hann samhliða krefjandi BS og mastersnámi í líffræði í Bandaríkjunum. Heyrum meira það hér rétt á eftir. Þátturinn í boði veislu kaffisins frá Sjöstrand sem ég og Hlynur sátum hér og sötruðum meðan við ræddum hlaupin og við ætlum að gefa ykkur 10% afslátt af Sjöstrand kaffi með kóðanum SNORRI á sjöstrand.is. Jú, ég fekk að velja kóðan sjálfur og nú neyðist þið til að skrifa nafni mitt fyrir afsláttin. En í staðinn fáið þið 100% lífrænt kaffi frá Sjöstrand, en það sem þið fáið hins vegar ekki kolefnisspor. Góðu díl hjá þeim hjá Sjöstrand. Afsláttarkóðinn SNORRI fyrir 10% afslátt af kaffi á sjöstrand.is. Þið heyri Hlyn tala grunninn í hans mataræði hér á eftir. Borða hreint og borða lífrænt. Rapunzel býður ykkur upp á allar helstu heilsuvörurnar eins og havra, baunir, músli, hnetusmjör, döðlu kókosmjör, dökkt súkkulaði og fleiri frestingar, 100% lífrænar og gæði alveg í gegn. Ég með svo mikið af Rapunzel vörum í kringum mig, ég með hnetumixið þeirra, ég með smyrjurna þeirra og ég meira sem með súkkulaðiplötu frá þeim í hanskahólunum mínu. Ég mjög hreykinn af því að vera með þessa hágæða lífrænu kostendur hér fyrir þennan þátt og Lífa að sjálfsögðu þar með talin. Það liggur við að ég þurfi ekki að segja þetta oftar, þetta orðið svo sjálfsagt, hágæða, fyrsta flokks, ítölsk kaldpressuð jómfrúar ólífuolía. Það allra besta fyrir líkamann og þetta passar með öllu. Það allt betra með ólífuolíu og salti. Hafðu gæðin í hámarki og hafðu frá Lífa. Toppur toppurinn. Nei, ég segi svona. Samt, framlindur, samkvæmt ítrustu gæðakröfum, því að þú ætlar að gera eitthvað, gerðu það þó vel. Frískandi vatnsdrykkir með og án kolsýru, fáanlegir í mismunandi bragðtegundum og pakkningarstærðum. Það breytir því ekki að toppur í dós minn uppáhalds. Fæst í 10-pack eða rútu eins og þjóðum kallar þetta og vinsalegast hafðu toppinn með eplabræði. Sér ekki eftir því. Pizza, það mjög erfitt að tala pítsu, Dominos pítsur og ætla sér ekki að vera svangur og fá vatn í munnin. Ég fer oft á dominos.is og fæ smá innblástur áður en byrja að tala pítsurnar í þessum þætti. Ég ekki að grínast þegar ég segi þetta. Klukkan 12:30 dag núna og ég á eftir að borða hádegismat og ég að skoða myndir af girnilegustu pítsum sem ég hef séð. Þetta fer bara á einn veg, pantið ykkur pítsu í Dominos appinu eða á dominos.is og mín meðmæli fara enn og aftur á Vegendary eða ný uppástunga Eldorado með baconsneiðum, chiliflugum, jalapeno, pepperoni, rjómaosti, hvítlauksolíu og osti. Annars það bara Hlynur Andrésson, nýkrýndur Íslandsmetafi í maraþoni og mörgum öðrum vegalengdum. Gjörðu þið svo vel. Hlynur Andrésson, já, hann vildi nota hérna. Já. Herru Hlynur, vertu velkominn til landsins, vertu velkominn úr sóttkví og vertu velkominn í þáttinn. Takk hérlega. Þú varst að slá Íslandsmetið í maraþoni bara fyrir 2 vikum. Já, fyrir viku og 2 dögum held ég. Ok, og þú ert á með Íslandsmetið í 3000, 5000, 10.000, hálfu og heilu maraþoni. Já, ekki 5.000 lengur, það var slegið daginn. Ha? Já, þannig að það dregur rosalega úr því. Þínum Afrika. Já, en allavega, já, þessi met og það alltaf. Ok, sko, ég veit ekki alveg hvað ég á að byrja með þig út af því að það alveg bara liggur beinast við að ræða það hversu seint þú ferð inn í hlaupin. Ég meina, þegar einhverjum með svona afrekaskrá að vera með öll þessi met fyrir utan 5.000 að maður bara, já, þetta einhver svona eins og bara Tiger Woods case sem hann láti inn í sína íþrótt bara 34 ára gamall, en svo ekki raunin. Nei, eiginlega ekki, sko, ég byrjaði fyrir eitthvað seint í hlaupum, byrjaði 18 ára og já, þá er maður kannski svona búin að missa svolítið af þessum sko undir 20 mótum og þessi svona, já, fyrstu skrefum í íþróttinni. En já, bara heppinn að hafa byrjað 18 ára því ég gerði og verið með nóg mikið talent til þess að komast eins langt við get komist. Einmitt, en þegar þú ert að byrja í hlaupunum þá ertu í rauninni með allt annað markmið að verða bara bestur í körfubolta. Já, alveg rétt. Ég fór nú út til Bandaríkjanna sem skiptinemi með AFS og já, markmiðið náttúrulega bara var að reyna að sjá hversu langt ég geti komist í körfubolta því ég var náttúrulega frá Vestmannaeyjum og það náttúrulega ekki kannski bestu tækifærin þar en já, svo þetta svolítið svona áhugavert í Bandaríkjunum að þeir skipta svo íþróttum svolítið svona í tímabil þannig að körfuboltinn var ekki fyrir veturinn þannig að ég þurfti að finna eitthvað fyrir hausti og þá var sko cross country, það svona sérstök íþrótt í Bandaríkjunum sem heitir víðavangshlaup. Einmitt. Það varstu með svona 5 hlaupara í einu liði
og já, svo eru stigagjöfum þannig að ef þú ert í fyrsta sæti og skorar 1 stig og öðru sæti 2 stig og þessu kolli og það lið sem með fæstu stigin það vinnur. Þannig að mér finnst þetta rosa áhugaverð íþrótt og hafa aldrei svona pælt í hlaupum sem íþrótt og því að alltaf ekki bolta íþrótt. Og já, vildi bara prófa þetta og það gekk rosa vel. En körfuboltaferliðin, ég meina sko, þú ætlaði þér að vera bara mjög góður í körfu, eða ekki? Þú varst bara með metnaðin fyrir því að bara þetta var þín íþrótt og þú ætlaði að ná eins langt og þú getur. Já, klárlega svona mín fyrsta ást var körfubolti og ég ennþá að horfa á eins og þess núna March Madness og NBA playoffs alltaf, þannig að já, ég segja að það enda upp á boltaíþróttin mín, það er klart mál sko. Ég heyri mér þess að sögu þér þar sem að þú þurftir þjálfariðin í Eyjum sá efni í þér sem þú getur orðið góður point guard nema þú þurftir bara að æfa þenn striplið og þá einhver saga þér þar sem að þú varst með boltan límdan við þig, hvað sem hún labbaður í Eyjum. Já, ég heyrti svona sögur af Jón Arnór Stefánsson, hann sást ekki nema með bolta í höndunum, þannig að ég reynda svona að replikita það. Driplaður allar vestmanniðar bara? Já, bara í skólan og tilbaka og svona, já, maður bara reyna að vera eins góður maður gat. Ok, þannig að þú ert þarna með bara þín fyrsta ást, körfubolti, og þú ert alltaf bara að reyna að ná eins langt í því, ferði í skiptinám, en hvar kemur skiptingin yfir í hlaupin? Af hverju ákveður bara að pröfa svona viðvangshlaup, og þetta náttúrulega þekkist ekki á Íslandi? Já, það er út af því að þetta skiptið svona tímabil í Bandaríkjunum. Það var sko val fótbolta eða amerískan ruðning eða cross country hausti sko. Ég vildi ekki spila fótbolta og ég hef bara aldrei verið mjög góður í fótbolta, greinilega ekki með svona lága þyngdarpunkt til þess að vera góður í fótbolta. Svo bara ég kunni ekkert að spila amerískan ruðning, þannig að það var eiginlega bara eitt, þegar ég hafði verið að vinna í fiski bara yfir sumarið, þannig að ég var ekkert í æðslegu formi, þannig að við langaði svolítið bara að koma í gott form og ákvaða að prófa þetta víðvangshlaup og hef alltaf verið rosa góður að hlaupa svona í leikfimi og svona út í hlaup með körfunni og svona, þannig að já, þetta datt í huga, ég gæti orðið góður í þessu en já, kannski bjóst ekki alveg þessu. En þú sagðir að það var ekkert í svo góð formi, þú veist, ég er að horfa á það náttúrulega bara sem, þú veist, úr byður eins og maraþonhlaupari og ert náttúrulega bara að hlaupa 150, 60, 70 km vikur, hvað erum við að tala Hlynur í slæmi formi, hvernig leit það út? Já, alltaf þegar ég var í körfunni og leiti ekki svona út sko, ég var alltaf aðeins sterkari og aðeins svona, já, aðeins þyngri en já. Fyrir þá sem sjáðu ekki, þú ert svolítið hár, eða ekki, meðan við marga aðra hlaupara eða hvað, hvernig myndir þú lýsa þér, þinni líkamsgerð? Já, kannski svona, já, ég fyrir eitthvað stór kannski með við langhlaupara, allavega með sko við hlauparum á Afrikaþjóðunum, þeir eru allir rosa litlir. Þannig að já, ég er 1,85 þannig að það er já, kannski frekar hátt fyrir langhlaupara. Og hvað ertu þungur? Ég er svona milli 66-68. Ok, og þegar þú stígur á ráslínuna þá ertu svona á því bili líka? Já, það er svona, já, 67 er svona mín keppnisting eiginlega. Ok, það sem ég langar að vita aðeins með bara upphafið á hlaupaferlinum, hvernig var þessi skipting frá bara sleftur í körfuboltanum og bara yfir í hlaupaskóluna eða var þetta svona eitthvað, þú veist, já, gaman kannski að gera þetta á hliðalínunni út af þessi, sko, ég veit að fólk áttar sig oft ekki á svona tímum og við ætlum aðeins að fara við brautatímana og þess aftur og eftir, en það er einhvern veginn bara þegar maður hleypur maraþon sem að fólk byrja að tengja við hversu góður hlaupari einhver er, út af því að bara almenningur er ekkert inn í 1500 metrum eða mílu eða þess aftur, ekki það að ég sé það sjálfur en þú ert þarna komin með annan fótinn inn í hlaupin, byrjar að ganga vel, sér það, einhvers konar efni í þetta, varstu bara tilbúin til þess að sleppa boltanum alveg? Nei, eiginlega ekki sko, ég var þarna í þessu víðavangshlaup tímabili, hann að cross country haustið, þá var ég eiginlega ekkert að æfa þannig sé, ég var bara að mæta körfuboltaæfingar og svo keppti ég bara fyrir skólaliði en já, ég hafði eiginlega engan áhuga þannig sé á hlaupum og ég hafði alltaf bara, ég var svo fókuseraður á körfuboltan en já, það var svolítið bara ekki fyrir en að körfuboltatímabili byrjaði því ég svona áttaði mig á, ok, einhver er að fá meiri séns að spila út af því að hann er sonur þessa manns og ég er bara útlendingur þess að fæ ég ekki spila jafn mikið þetta er svolítið leiðilegt sko með það að þjálfarinn ræður öllu í körfunni ef þú ert ekki með góðan þjálfara sem þú ert í góðu sambandi við og svona þá ert ekki að fara að spila jafn mikið og í frjálsum og hlaupum þá er þetta svolítið á svart og hvítu hver er bestur og ég einhvern veginn bara fíla þetta í bótt. Já, og bara svolítið ábyrgð á þínum árangur þar. Já, bara náttúrulega einstaklingsíþrótt á móti hópíþrótt. Já, akkurat. Það er líka rosalega mikill ægi í bandaríska körfuboltanum. Fannstu fyrir því? Alveg klárlega. Það var svolítið hræðilegt sko. Þú þurftum alltaf sko að setja fremstir í bekk í hverjum einsta tíma á fremstu bekk og þurftum alltaf að vera með bindi og í skyrtu
og þurftum alltaf að vera með svona Hermanns klippingu bara, máttum ekki vera með sítt hár bara með rosa snirrt hár og einu sinni þá mætti ég á æfingu og ég var með smá svona, ég var ekki með mikið skegg og ég var aldrei með mikið skegg en ég var með smá svona ég smá órakaður kannski að sást eiginlega ekki neitt en þjálfarinn minn var alveg brjálaður já, þú ert ekki að taka þetta beint af þú ert ekki að vera með þetta en ég bara, ok, wow, hvað er í gangi komandi frá Vestmannu þar sem allir bara ansi frjálslegir með sitt og sína já, akkurat, og ég man eins og sko því fyrstu æfingunum hana, þá brendi ég að skot eins og ég sagði, damn og þjálfarinn tók mig bara svolítið hliðarali ég get ekki hafið inni og tala svona og ég bara alveg, ok, vá, hvað þetta er öðruvísi kultúr á Íslandi þá blikkar enginn augunum og segir eitthvað ræðilega hluti eins og DM já, nákvæmlega DM, þetta var bara valla blótor En er þetta Bandaríkin, er þetta skólinn eða er þetta körfuboltinn? Það fælni alltaf bara held ég aðal eftir þjálfaranum en ég held að já, þeir svolítið vilja svolítið að menn séu agaðir út af því að já, þetta er svolítið bara svona það er ekki allir sem komast í liði til dæmis í körfunni í framhaldsskólanum í Bandaríkjunum þannig að þeir velja bara svona mennina sem eða strákarna sem eru svona kannski besta dæmið svona fullkomlega einstaklinga sem að spila íþrótti fyrir skólan þannig að já, ég held að það sé svolítið pressa á þeim að hafa svona bestu strákarna í sinni liði Einmitt. Þegar þú skiptir yfir í hlaupin, hvað heldurðu að, ég meina, þú fær náttúrulega þennan áhuga og ákveður að taka þessa skiptingu út frá þú sérð að þú ert að ná árangri þarna. Manstu eftir einhverjum tímum eða einhverju vegalengd sem þú hljópst þar sem þú hugsaði bara, heyrðu, vá, þetta getur bara orðið til þess að ég sé að fara að skipta íþrótt. Þannig ertu náttúrulega ekki byggður eins og hlaupari og ekki með þessa kílómetra í löppunum sem þú ert með í dag. Nei, akkurat. Eftir svona aðra, fyrsta keppni mín var held ég bara, 2 vikum eftir ég prófaði fyrsta skipti að mæta á æfingu í Vígaslaupum og mér hafði svona markmið að hlaupa undir 20 mínútur fyrir 5 kilometra og ég hljóp 19:52 eða eitthvað svoleiðis ég fyrir svona, ok, þetta var frekar gott þetta var bara svona, ég var bara í einhverjum Under Armour skóm fyrir svona crossfit eða eitthvað, ekkert fyrir hlaupennið og svo eftir að leiða tímabili sko, þá var ég búin að hlaupa 16:11 bara 2 mánuðum setna þannig að það var rosa progression og svo var ég annað svæðismistari í Vígaslaupum og þriði í fylkinu Maryland fylkinu þannig að það var og svo byrju háskólar að hafa samband og það var náttúrulega svona ok, ef ég get fengið frýtt nám út á þetta þá ætla ég klárlega að skipta Og var það raunin? Það var raunin, já Þú fegst bóðum hvað þá háskóla styrk? Já, eftir körfuboltatímabilið í veturinn þá fór ég í frjálsar þannig að vorið þá getur við tekið átt í annarkvort tennis eða frjálsum eða hafnabolta ég tók alltaf bara frjálsar mér langaði svolítið að prófa spjótkast eða hástöku eða eitthvað þjálfarinn mér bara, nei, þú ert hlaupari þannig að ég var ok en já, ég sló skólametin í 1600 metrum og 3200 metrum sem eru greinar, það er mile og 2 mile sem þeir keppa í framhaldsskólanum í Bandaríkjunum Og hvaða tíma varst það að taka þar? Manstu það? Já, ég hljóp 4:30 fyrir 1600 metra og svo hljóp ég 9:45 fyrir 3200 metra sem eru 2 mílur Já, 2 mílur Þannig til þess að setja þetta bara í einhvers konar samingi fyrir fólk sem er ekki mikið inn í hlaupum þá hafa verið flestir heyrt 4-minute mile að það var risastóri múrin sem að menn áttu bara að drepast bara að gefa upp öndina eða kemst undir þannig þú varst að hlaupa 4:30 þar nýkomin inn í hlaupin þannig Já Ok, þetta er sláandi tímar, ég meina 5 kilometrar á 20 mínútum niður í 5 kilometrar á 16 mínútum, rúmlega 16 það er ekki skrítið að fólk hafa bara byrjað að bjóða þér eitthvað styrki þarna og reyna að fá þig yfir í liðin sín Ertu þarna bara búin að taka skiptinguna? Bara þú ætla bara að einbytta þar að hlaupunum þú ert bara tilbúin að leggja boltana til hliðar og fókusa 100% á þetta Ég var ekki alveg viss, sko ég hafði rosa gaman að því að keppa hér ásum því að maður var alltaf að vinna þarna í Maryland og það er náttúrulega alltaf gaman þegar þú ert að vinna því að þá svona lítur fólk á því öðrum augum en já, það var ekki fyrir ég kom svo aftur til Íslands eftir þetta skiptinám, eftir ári skiptinámi og fór bara beint í vaktir í Vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum og í Fiskinum og svo ákvað ég svona að prófa ég ætla að hlaupa maraþon í Reykjavík maraþonu bara til þess að prófa en pabbi minn var alveg nei, hlaupur ekkert maraþon fyrst prófaði bara fyrst hálft og ég svona ok, prófa hálft svo leitaði ég upp í hvað var svona piltametið í 18 ára og yngri eða eitthvað í hálfmarathoni og það var held ég 1:16 eða eitthvað svoleiðis
1.18, ég man ekki alveg hvað það var en já, ég mætti hann að Reykjavík marathoni bara já, ekkert í nefnum keppnisskóm bara svona æfingaskóm og hafði ekkert verið að æfa neitt, bara svona aðeins hlaupa í Vestmannum og ég hljóp einmitt 1.16.29 Fyrsta hálfmarathon bara í öðru sæti eftir Toppa sem frá Akureyri og og þá var ég svona alveg viss að ok, ég með það sem að ég með svona getuna til þess að verða langhlaupari út af því að þetta var svona tímið þessum að Kári Steinn á nýbúinu Ólympíuleikunum og maður horfði á það og svona vá, ok, það er að komast á rosa hátt level í þessu þegar hann var að hlaupa 14 mínútur ekki fyrir 5.000 og já, þá verður svona ok, mér langar svolítið að sjá hversu langt ég get komist En sko, fyrir fólk sem að hlusta á þetta að bara heyra af þér eitthvað já, sem fyrir mitt fyrsta hálfmarathon í bara einhverjum strigaskóm og 1.16 ég meina, þú veist maður gefur upp böndina sjálfur, maður bara, ok, af hverju er ég að þessu, einhver er bara, fólk er líkamlega í stakk búið til þess að takast á þessum íþróttir. Af hverju heldur þú hefur haft þennan, þú hefur haft eitthvað með þér í liði sem voru að taka úr körfuboltanum og þá má líka nefna það, Kári Steinn var í körfubolta, Arnar Péturs var í körfubolta og þú líka. Hvað heldur að hafi verið að vinna með þér þarna? Það er búið að vera svona rannsóknir á það hvað er svona best fyrirbyggjandi íþrótt fyrir hlaup og það er klárlega körfubolti því þú ert að hoppa og já, þú ert alltaf svona á tánum í körfuboltanum og þetta á virkilega að hjálpa svona að byggja styrkleika í fótunum þannig að ég held að eitt sem mér hjálpaði mér bara að ná árangri svona stöðugt er að ég var aldrei meiðst 7-13 og ég held að þessi mjög mikið að gera með það að spila mikið körfubolta bara á planinu heima og vera alltaf bara á yngri árum í körfubolta ég held að það hjálpa rosa mikið að byggja styrkin í fótunum og bara mjög fyrirbyggjandi fyrir meiðsli held ég. Já, bara ökklar og kálfar og svoleiðis, bara styrkur í neðst í fætinum. Já, akkurat. Einmitt. Finnst þér það þá, ef þú hefur aldrei meiðst, það er bara aldrei, ég meina, þú ert örugglega allir út í einhverjum eymslum og svoleiðis, en þú hefur aldrei þurft að bara hvíla í einhverjar 2-3 mánuði út af meiðslum? Nei, aldrei, og það er svona skrítið því að já, það er svo margir svona elítur hlaupara sem eru hjá svona physio, það er bara sjúkraþjálfara sem við fara reglulega til bara vikulega. Ég hef aldrei þurft á því að halda. Ég þarf bara að rúlla með hans út og teygja þá er ég bara góður. Ég veit ekki alveg okkur það er en ég hef aldrei lendi í ykkur svona leiðindum með lappirnar. Það er svo margir hlaupara að ránkólvísir augunum núna við að heyra þetta með mánaðarlegan sjúkraþjálfarna tíma bókaðan. Já, klárlega. Ok, en þannig að þú ert greinilega þá vel í stakk búin með því að koma út úr körfuboltanum en ég fatt ekki alveg svona ég meina eins og bara hlaupastíliðin og þess að þurfti það ekki rosalega vinnu ég meina varstu samt með stíl sem að gæti skila þér 1.16 í hálfumarathoni? Stílinn hefur klárlega breyst mikið í gegnum árin og hann var rosa stífur til þess að byrja með og já, bara ég var alls ekki liðugur og þurfti virkilega að vinna í því og sem og svona með mikið tölvubak maður hefði kannski spilað með svona mikið tölvuleiki þegar maður alast upp og svona og þá tölvubak, er það hvað bara já, það er bara svona, þá ertu með rosa veika rassvöða og hipflexurinn er rosa stífur og magavöðin, neðri magavöður eru rosa veikir og svo ertu stífur í neðri bakinu. Ok, ég held að margir tengið þetta. Já, ég held að það bara eru flestir í heiminum í dag sem eru með þetta vandamál, það sita allir svo lengi og já, ég þurfti að vinna rosa mikið í því og það hefur virkilega hjálpað mér með hlaupastílinn að vinna í þessum veikleikum. Hver eru triksin þarna? Hvað á maður að gera til þess að laga þetta? Já, það er bara að styrkja rassvöðan aðalega og svo neðri magavöða og svo ertu teygja á hipflexurunum og neðra bakinu. Styrkja neðri magavöða? Hvaða æfingar ertu að gera fyrir það? Það bara getur leið niður og lift löppunum bara beint upp. Já, ég skil þig og bara þrjusa mjóbakinu niður í jörðina og já, akkurat. Okay. Svona pilatesæfingar hjálpar rosa mikið við það. Mjög skemmtilega ræfingar. Alls ekki. Þannig að þú þurftir alveg að vinna en þurftir ekki líka svolítið að ég svona veit ekki alveg hvort það sé rétt að orða þetta þannig en skaf af þér, ég meina varst ekki alveg með helling af einhverjum axlavöðum og svoleiðis sem að mátt alveg fjúka til þess að bæta tímana? Jú, en það fer eiginlega bara rosa hratt leiðu þú ert byrjað að hlaupa yfir 100 km þá held ég að þá svona bara líka menn aðlagast það rosa hratt að það sem þú ert að gera þetta er náttúrulega bara verður að lífstíl og já, ef heldur svona konsistant vikum að það sem þú ert að æfa
kannski yfir 100 km viku þá svona, já, aðlagast líka minna að álæginu. Þannig er mæntalega búið að kveikja vel undir og sér hvað getur náð langt. Hvernig getur þú tala við mig keppnisskapið? Ég veit alveg að þú veist, ég meina, þú vilt ná árangri og vilt skara fram úr og ég meina, það þýr ekki endilega vilja rúst öllum hinum, en á hvaða stað varstu þarna? Varstu bara, var metnaðurinn alveg í hámarki fyrir þessari nýju íþrótt sem sást á varst svona góður í? Já, ég held að keppnisskapið er svolítið svona, ég hef notað þannig að þegar aðrir verða þreyttir og vilja gefast upp þá svona reyni ég að halda áfram og svona hlaupa hratt þegar ég náðu þreyttir og það er eitthvað svona hefur hjálpað mér hingað til. Ég man eitt síðast að Gunni Palli, þjálfari sem var þjálfað mjög Anita á tímabili, hann sagði ég og Anita erum svona með þann eiginleika að við getum hlaupið hratt eða aðrir myndu gefa eftir og ég hugsa að það sé mjög mikið með keppnisskapi að gera og ég veit að hún er með gríðarlegt keppnisskap en já, það náttúrulega er ekkert aðeinslegt að tapa. Okay. Það er líka bara fíl mantra að það sé ekki aðeinslegt að tapa. Fyrir það sem ekki vita þá er Gunni Palli var hann þjálfari Mörtu Ernst, Kára Steins og hennar Andu Hinriksdóttur sem að öll fóru á Ólympíuleikana, þannig að ef hann segir þetta þá hefur hann nú séð ýmislegt. Getur nú votta fyrir þessu? Já, ég hugsa að það sé enginn á Íslandi sem kannski fara hóður hlaup heldur Gunni Palli. Nei, einmitt. Ræðum aðeins brautarhlaup og tengir við það sem ég var að segja með að þú veist, þegar að einhver spyrði út í hlaup og þú segir að þennan tíma í 1500 eða 800 eitthvað svoleiðis að fólk er bara svona svolítið bara horfir í gegnum þig, bara veit ekkert hvað þú ert að tala meðan að maraþon og allt þetta, það er svona meira, fólk, almenningur tengir meira við þær vegalengdir. Já, það er klárt mál. Ég hugsa því ég hljóp hálfmaraþon metið mitt núna í október að já, ég fekk miklu meiri athygli út af það heldur en nokkur önnur met í hlaupið, þannig að og núna sérstaklega með maraþoni, þannig að ég alveg veit að fólk veit hvað maraþon er og kannski veit ég hvað 1500 metrar er. Þetta er náttúrulega alveg lógískt. Ég hef ekki vitað sjálfur áður en ég byrja að hlaupa. Ég vissi hvað maraþon var en ekkert annað. Og þú ert samt heillaður að því að fara yfir í brautarhlaupin? Já, bara út af því að ef þú vilt hlaupa gott maraþon þú verður að hlaupa hratt á brautinni. Út af því að þú verður að hafa svona verður að vera nógu ekonomískur hlaupari á hraðari vegalengdum eða styttri vegalengdum til þess að geta hlaupið meira ekonomískt langt. Þannig að ef þú ferð beint í maraþon þá verður annarkvort ferillinn ekki jafn langur og þú myndir örugglega ekki ná að hlaupa jafn hratt og þú hefði getað gert ef þú hefur byrjað í styttri vegalengdum. Einmitt, og þú ert til dæmis að hlaupa í gegnum heilt maraþon á peysunu 3:07 eitthvað svo leiðis? Já. Í kringu, bara störðlaðar hraði, segjum bara 3:10 þess vegna, en það er ekkert, þú leggur ekkert að stað á 3:10 og hugsar, wow, hvað þetta er hratt, út af að þú ert búin að hlaupa 1500 metra, 3000 og 5000 á bara 2:30-40, eða ekki? Jú, það er svona, þú ert með það sem kallast speed reserve á ensku, bara svona, já, getur þið finnst svona kannski á 3:06 pace bara við eins og jogg ef þú ert vanur að hlaupa individual kannski á 2:50 pace þannig að það er svona æfingafræðin bak við það. Og ok, þannig er markmiðið þitt að byggja bara upp þennan hraða og þú ert vantilega með eitthvað þjálfara sem er að vinna að þessu með þér. Yes. Hvað eru þá vikurnar þínar langar cirka í kílómetrum? Já, það er svolítið mismunandi. Þegar ég er svona í brautatímabilinu þá er þeir ekkert mikið meira en 145 út af því að þú verður svolítið einblínda meira á að hlaupa hratt á brautaræfingunum og svo bara inn á endurheimt á milli. En ef ég er í uppbyggingatímabili þá er ég hlaupa svona 150-170 max. Og þarna er mjög hraðar æfingar. Já, kannski meira svona ég einbytti mig meira á svona hlaup sem eru bara svona á þægilegum hraða, ekki hægt en ekki of hratt, eitthvað sem að ég er fljótur á endurheimta út af því að þá spila aðeins meira að hlaupa magn heldur en að hlaupa svona killer æfingar. Ok, og ertu þarna úti í Bandaríkjunum út af þú talar að þú komst heim og hljópst þetta hálfmaraþon, þú varst ekkert búinn úti í Bandaríkjunum, þú fer áfram út og æfir þar eða ekki? Jú, ég fekk náttúrulega háskólastyrk og fór hana til Eastern Michigan University og var þar í 4 ár, kláraði bachelor og svo master. Í líffræði? Í líffræði, já. Og var enda bara mjög sáttið með ánægurinn sem ég náði út af því að þetta var náttúrulega mjög krefjandi nám og sérstaklega því ég tók master á 1 ári og það var náttúrulega voru alveg tímabilanda sem var bara með panikattack sko.
það var svo erfitt. Getum við rætt þetta eins bara nánar út af ég var að tala við hann hérna Guðmund Kristján vinur minn þig og hann var að segja, herru þessi gæi fer þarna í Eastern Michigan University, flottur skóli og hann er að klára þetta nám þarna og bara klára nám í Bandaríkjunum, háskólanum í Bandaríkjunum er ógeðslega erfitt og sér þú að gera það ofan í hann afreks íþróttaferil og hann lýsti þessu þannig að þú væri bara að lepja dauðan úr skel þarna. Það var alltaf ekki mjög mikið tími fyrir svona, ja, þeir útskýrt alltaf í Bandaríkjunum að þú hefur 3 hluti, þú hefur félagslífið, þú hefur æfingarnar og þú hefur skólan. Þú getur verið góður í 2 en 1 þarf að láta eftir. Einmitt. Þannig að já, ég ætla bara að valdi að einbytta mig meira á náminu og á hlaupunum og svo svona félagslífi kemur svona aðeins eftir á en já, það var náttúrulega frítt nám og ég er náttúrulega heppið með aðstæðuna sem ég var í og gerði bara mitt besta úr því. Besta úr íþróttunum eða náminu eða? Já, bara þessu tækifæri að geta stunda nám frítt og líka gert það sem ég elska að gera sem er að æfa og keppa. Já, ertu þarna komin með hvernig fílar þig að vera að fara út að hlaupa? Ferðu alveg eitthvað út úr hlaupunum eða var þetta allt bara svona æfing að ég þarf að mæta á æfingu eða ertu alveg byrjað að fíla í því að vera að taka langa túra og eins og segir hlaupa 150 kílómetra á viku, þú veist, maður þarf að hafa eitthvað gaman út úr þessu. Það held að það sé mikilvægast að ef það er ekki gaman að þessu þá ættir að hætta út af því að, ég meina, lífið er of stutt þess að gera eitthvað sem finnst ekki skemmtilegt. Þannig að, já, ég fæ mjög mikið svona ánægju á því að keppa eða svona aðalega að keppa. Mér finnst gaman að æfa en ég elska að keppa. Það er bara það. Ég fæ aldrei svona jafn mikla lífsfyllingu og þegar maður er að keppa, það er bara svona eins og, já, það er ótrúlega skemmtilegt. Ekki, og það fer ekkert í hausinu þér, þú ert ekkert eitthvað að bugast undan pressu eða taugum? Hefur komið fyrir að ég hef svona ég svolítið sigraði mig sjálfan andlega og held að það sé aðalega bara þegar ég er svo mikill aðdáandi sportsins að ég veit hver allir eru sem eru á topp levelinu og því ég á mættur á EM í Belgrad eða Glasgow eða á NCAA meistaramótið og svona og maður þekkir alla þessa gæja og maður svolítið svona setur svona, ok, hvað er ég veit ekki hvort ég á heima hérna því að þessi gæri eru bara bestir í Evrópu eða bestir í Bandaríkjunum og það er eitthvað sem ég er ruskilega unnið í og ég er svolítið svona að byrja að sigra það. Ég er ekki svona, þegar ég er komin að hæsta stig þá er ég ekki lengur svolítið svona ekki minn eigin sjálfstrust en það tók bara smá tíma þú þarft eiginlega bara svolítið að fá smá reynslu til þess að geta svona díla við þetta bara á aðeinslega nátt. Og þá er rauninni bara mæta á línuna og líða eins og eigir heima þannig þú er að vera að keppa við þessa gæja. Bara vera fullur sjálfströst þú veist hvað þú hefur gert þessu komast hingað og þú veist að þú átt heima hérna. En þegar þú byrjar að vera svona góður og fólk byrjar að ætlast til einhvers að þér að segja, herri, já, Hlynur, hann er ótrúlega góður hann ætti að mæta þarna og hann ætti að ná þessum tíma og svona. Var það ekkert að ná til þín? Nei, ég held að ég sé sjálfur svona minn stærsti krítik og ég held að ég pæla eiginlega ekkert mikið hvað aðri segja það skiptir mér eiginlega engu máli hvað aðri ætlast til að mér út af því ég ætlast svo miklu af sjálfur mér líka þannig að, já ef ykkur segir að hann á hann á ólympíulámarkið eitthvað svona, ég er lengur búin að segja það sjálf um mig þannig að það skiptir einhver máli. Ok, þannig að já, það er kannski kosturinn við það að gagnrýna sig mest af öllum að hinir get ekki gagnrýnt þig meira. Nei, ég hugsa að það sé, já, það er klárlega besta. En varstu eitthvað taktist að vinna í þessu eða þú talar þetta koma eins með reynslunni bara að fá þetta sjálfstraust eða þurftur að fá einhverja hjálp með þetta eða ræða þetta við einhvern, var eitthvað svona sem að hjálpaði við þetta? Já, búin að lesa mjög mikið af íþróttasálfræði, bara mjög mikið að bókum íþróttasálfræði, allt sem ég finn búin að lesa það og það því að ég veit að það er mjög mikið að það er ákveðin kunst að díla við þetta og ekki bara keppnum heldur bara æfingum og andlega hliðin er svo vannmetin held ég held að það sé koma meira í ljós hversu mikilvæg andlega hliðin er og ég held að bestu íþróttamenn í heiminum eins og kannski Michael Jordan eða Usain Bolt og þetta eru allt menn sem voru bara með andlega hliðin á 100% og það gaf þeim alltaf edge yfir hina. Og hvað hjálpaði þér í þessum? Var einhver ein bók eða eitthvað svona sem ráð sem að er hægt að gefa? Og það líka með íþróttirnar er að, ég meina þetta á bara við allt, hvort sem er langar að skara fram úr í námi eða í vinnu eða þú ert að fara í starfsviðtal og líður eins og allir þarna hinir séu miklu betur en þú og hvað ert að gera þarna? Ég meina það er bara fólk sem er að hlusta og heyri þig tala þetta út frá hlaupa ráslínunni, það getur nýtt sér þetta bara á sínum vígvelli í lífinu. Já, akkurat, ég held að það er svona bækurnar sem hjálpið mér mest og er kannski ekki endilega bara íþróttasálfræði bækur heldur svona autobiographies, svona bara sjálfsævisögur af íþróttamönnum sem hafa verið í þessu stöðu áður og hvernig þeir díluðu við þetta
ég manna ein bók sem að virkilega hjálpaði mér var hérna bókin hennar Dina Castor sem vann brons Ólympíuleikunum 2004 í marathoni og hún heitir Let Your Mind Run og já, hún hjálpaði mér mikið eftir að lasa hann og svona hvernig þú átt að hugsa hlutina og hún lenti í sjálfum bara svona tímabiliða sem hún var ekki neitt að ná neinn úr sér og svo breytt hún einhvern veginn hugafarinu og þá komið allt saman. Ok, og tengið þú, áttið þú eitthvað svona tímabil sjálfur á svona, ef þú lítur núna tilbaka yfir hennan stuttaferil? Já, sko já, ég hugsa að það erfiðasta fyrir mig var alltaf þessi stóru meistaramót eins og NCAA meistaramóti í bæði mjónsleipum og frjálsum og EM, það er alltaf verið svona kannski erfiðast út því að sviðið er svo stórt og já, það er svo mikið pressa á að hérna, standa sig vel og en ég held að það sé alveg búið núna, ég held að ég sé bara komið með á góðan stað andlega með þetta. Og hvernig var svona tilfinningin þegar þetta var sem erfiðast eða verst, hvernig, ég meina, hverju voru hugsanir sem voru að fara í gegnum hausin á þér þá á móti núna? Ég held að ég sé bara miklu meiri svona sjálfstraust, ég bara eitthvað sem svona trúi meira á sjálfa mig, ég held bara já, ég er bara svona að hugsa betur hvað ég hef gert svona, ég til dæmis, þegar ég var í háskóla í Bandaríkjunum þá skrifaði ég ekkert niður það sem ég gerði á æfingum en eftir ég byrjaði að gera það skrifa niður bara rosa mikið details og svona, þá sé ég alltaf hversu langt ég komið síðan á þessu akkurat tímabili, þessum undirbúningi svo þegar ég horfði það tilbaka þá svona, ok, ég gerði allt sem ég mögulega gat þetta þú búin að vinna fyrir þessu sýndu bara núna, hvað þú getur. Gekkja. Getum við rætt líka aðeins skrefið frá Vestmannaeyjum yfir í Bandaríkin, ég meina, er þetta ekki líka eitt þáttur í því að bara ná langt að umkringja sig fólki sem er betra en þú? Ég meina, ég veit alveg að þegar þú ert að horfa á sig eða þú ert að slá á sig Íslandsmet eitthvað segir mér að það sé ekki stóra markmið í þessu öllu saman að ná Íslandsmetunum. Nei, það er ekki, ég held að það sé ég er náttúrulega bý í Hollandi og æfi það núna og ég meðaði mig bara svolítið við hollendingana því að ég er að æfa með þeim og hérna, ég sé hvað þeir eru að gera svona á alþjóðlegu stigi og svona og já, ég ber mig frekar saman við hollendingana heldur en aðra Íslendinga og ég held að það sé líka einn ástæð sem ég var ekki ánægð með þetta Íslandsmet sem ég hljóp í marathoni út af því að ég þekki stráka og hef unni stráka sem eru búin að hlaupa lágmarkið og ég er kannski lakari tíma í hálfmarathoni en ég þannig að ég svona var ekkert rosa sáttur þótt að þetta hafi verið Íslandsmet en þetta fyrir alltaf bara eftir hvað stráka umkringið þig og hvað við hverja þú berðir saman. Út af að nefna þarna lágmarkið og þess að ég ætla að geyma aðeins að fara inn í marathoni sem þú varst að hlaupa en tökum það bara aðeins. Þú sem sagt Íslandsmet í marathoni fyrir rúmri viku var 2:17:12 sett af Kárasteini. Þú ferð inn í þitt fyrsta marathon, þú var aldrei hlaupið marathon áður og hlaupir það á 2:13:30 og hvað, 6? 7 held ég. 7. Mikilvæg sekúnda þarna. Stórbætir Íslandsmeti, ég meina vanlega eru svona met slegin bara nokkra sekúndur og þykir það mjög gott og fyrirsögnin á MBL sá ég allan að var að Hlynur náði ekki lágmarkinu og það var náttúrulega verið að tala um Ólympíulágmarkið sem er 2:11:30. Var þetta, ég meina hvernig blasti þetta við þér? Mér fannst þetta ekki vel gert af fréttamanni að stilla þessu svona upp því að auðvitað er hægt að horfa á þetta svona en líka hægt að horfa á þetta þannig að þú hljópst fyrsta marathonið þitt og stórbætir Íslandsmeti. Engin Íslendingur hefur hlaupið marathon svona hratt. Já, eins og ég sagði, mér skipt mér rosa villi máli hvað fréttamennin það segir, ekkert að pæla í því sko. En já, þetta var ákveðin skellur, það er ekki eins og ég hef hlaupið sko á áætlun til þess að hlaupa á 2:13. Ég hljópa á áætlun til þess að hlaupa á 2:11 af 35 km og svo lendi ég vegnum og hljópst á 2:13. Þannig þú ætlar að ná Ólympíulágmarkinu sem er 2:11:30. Já, ég var alveg á pace þess að hlaupa Ólympíulágmark að 36 km. Þannig að síðustu 6 km þá lendi ég vegnum og misti hraðan svo mikið, misti hraðan 2 mínútur og þess vegna endaði ég á 2:13:30 í staðan fyrir 2:11:30 eins og planið var. Hvað, sko, akkur er menn eins og þú að lenda á vegnum? Já, það er náttúrulega, eins og ég segi, fyrsta marathonið, þú þarft stundum að, ég held að þessi rosa fáið sem negla sitt fyrsta marathon og ég held að ástæðans fyrir því að það er náttúrulega eitt stór munur á marathon og öðrum vegalengdum sem eru styttir í að þú verður að taka inn kolvetni þegar þú ert að hlaupa marathon
og í eildu marathonum þá er alltaf sett svona stöðvar á hvernig 5 kilometrum þar sem að þú getur tekið inn kóletni, bara grípið flösku og tekur bara drekkur bara meðan þú hleypur. Og ég hafði smá styrk frá Morten sem er svona eitt stærsti svona kóletnadrykkur sem menn að taka inn núna í toppíþróttum og já, ég tók bara svona drykk, reyndi að taka 100 millilítra hverju einsta 5 kilometrum, en eftir fyrstu stöðuna þá fannst mér svona eins og ég hefði tekið mikið inn 400 millilítra og mér fannst ég bara vera sattur, þannig að ég byrjaði að taka 3 sopa í staðinn fyrir 4 og svo á 20. kilometr þá var ég með gel, svona koffingel sem ég ætlaði bara að rífa og taka inn og með smá vatni, en ég náði ekki að opna gelið, þannig ég tók inn engin kolvetni frá 15 til 25 kilometra og svo eftir að leiða hlaupið þá var alltaf erfiðar að drekka, þannig ég tók bara 2 sopa, þannig ég var kannski að taka inn 50 millilítra í stað fyrir 100 og ég er alveg viss um að þetta að hann ekki náði að taka inn nóg mikið kolvetnum í hlaupinu hafi olli því að ég lendi á veggnum eftir 36 og þegar andlega ég var góður og mér fannst það líkamlega að vera góður, ég var ekki með krampan einstæðar en eitt svoleiðis, en bara einhvern veginn líka minn hætt að svara og já, það var rosa erfitt andlega að reyna bara að berjast í gegnu en ég ger allt sem ég gati þess að koma í gegnum línuna. Já, á hvaða peysi ferðu af stað? Fyrsti kilometr var 3:06 og það er tæplega 19 km hraði? Já, það er 2:11:00 pace held ég, alveg örugglega. Þannig að þú ferð, þú ert hlaupandi á 19, bara þetta er eins og að silla hlaupabrettið á 19 og bara vera þar í rúmlega 2 klukktíma. Þetta er eins og að vera bara á svona rafmagnslaupahjóli sem er út um allt og bara botna það og vera þannig í 2 klukktíma nema bara Hlynur Andersson hlaupandi hliðina þér. Já, fyrsta hálfmaraþoni var 1:05:24 sem er þá 2:10:48 pace. Þannig að, já, hæði aðeins mikið á. Ég held að fyrsta hálfmaraþoni var 1:05:24 og seinna hálfmaraþoni var 1:08. Já, ok. Þannig að þetta var svolítið svona, já, ekki leiðilegt. Ég myndi drepa fyrir að eiga þessi tíma en það er bara önnur saga. Og þannig undir lokin þá finnur þú bara að þú út af að segja þú var samt góður andlega, var það alveg líka þarna undir lokin eða? Já, út af því að ég var eiginlega handviss myndi ná lágmarkinu eftir svona 32 kilometra. Nei, alveg. Ég var bara svona 10 kilometra eftir, þetta er ekkert mál. Get mér þess að örgulega gefið í og svo og því ég var að hlaupa með 2 öðrum strákum sem að eitt frá Hollandi, eitt frá Belgíu og þessi frá Belgíu gaf í svona eftir 35 og ég svona ok, gott út af því að við vorum aðeins að gefa eftir, þannig að ég svona ok, gott, nú þurfum við að pikka upp síðustu 7 kilometrana og leið og ég byrja að fara að öxlin ánum til þess að svona skýla með þess fyrir vindunum og þegar viðraðstæður eru erfiðar eftir að leiða hlaupið og alltaf svolítið vindur aðna í endan þá akkurat bara byrja líka með bara einhvern veginn ekki að svara og ég var ekki með sama power í löpunum eins og ég hafi verið og þá greinilega voru glíkongin byrjunar bara búnar í vöðunum og já, ég byrjar að brenna fitu í staðan fyrir kolvetni og já, þurftu náttúrulega bara að hægja á mér. Ok, en ég horfði á þetta live, þú varst nokkið eitthvað ferskur þegar þú mættir í markið. Nei, alls ekki, Þetta er svo mikil andleg barátta á það, líka minn vill stoppa og bara, ok, þú ert búinn en andlega þá var bara, nei, þetta er eini séns sem myndi þess að ná ólympíulágmarki og leið að ég sá að ég var ekki farin á ólympíulágmarkinu þá bara, ok, reyndu bara að koma eins hratt og getur gegn línuna út því að já, það geti verið kannski ef þú komist inn á heimslista eða eitthvað svoleiðis. Þannig að, já, það var bara rosa erfitt andlega allan á síðustu 5 kilometrana. En þurftir ekki að stilla þessu upp fyrirfram? Ég meina eins og að vera með þetta rosalega lágmark eða sem sagt markmiðið lágmarkið að ná 2:11:30 þú veist, þegar þú sér það er ekki í augsýn og þú ert að missa því, af hverju brotnaður ekki bara alveg niður? Náður alveg að peppa þig áfram eitthvað, heimslisti eða Íslandsmet eða eitthvað svoleiðis, það heldur alveg gangandi? Já, ég held að það sé eitt af þessum með íþróttasálfræðina að þú verður að hafa meir en 1 markmið og fyrir laup, þú verður alltaf að hafa A-markmið, B-markmið og svo C-markmið og A-markmið hjá mér var ólympíulágmarkið, hlaupa hraðar en 2:11:30 og svo B-lágmarkið var bara Íslandsmetið og C-markið var bara komið í mark klára marathon, klára fyrsta marathoni þannig að leið og A-markmiðið var komið út úr dyrnar sem var svona eftir svona 38 km þá sá ég ok, þetta er ekki verið að gerast þá skipti ég bara svona svona, hvað segir maður
hugsunarhátt og byrjaði bara að reyna að koma mér eins hratt og ég gat í mark. Það er ótrúlegt að við sem að ræða þetta marathon eins og þetta hafi farið úrskeiðis þegar að þú endaðir á þessum tíma 2:13:36 en mér langar svona líka að forritnast aðdragandan að hlaupinu út að þú þurftir að fresta því viku það var sett á dagskrá en síðan var náttúrulega kórónuveiran eitthvað fyrir en nei, fyrir ekki, það var veðrið eða ekki sem frestaði Jú, í þetta skiptið. Þetta búið svolítið erfitt sko, í Hollandi er búin að vera það sem kallast lockdown þannig að já, það er náttúrulega ekkert opið og svo er líka útivistabann og sem að þannig að þú getur ekki verið úti fyrir eftir 9 og þannig að þú mátt bara ekki einu sinni fara út að hlaupa klukkan 9 á kvöldin eitt svo leis. Nei, ekki það, ég gerði það eitthvað en maður getur ekki, vel það erfiðasta var ég get ekki farið í ræktina þannig að ef það var mjög slæmt veður úti þetta náttúrulega var veturinn og svona, þá get ég ekki farið á hlaupbretti eða ég get ekki farið og lift eins og ég vildi þannig að já, það voru ákveðin svona áskorunir sem ég þurfti að yfirstíga en já, alltaf plani var að hlaupa Bern marathoni sem hafði verið viku áður en svo einhvern veginn fekk ég bara símynningu, ég var búin í PCR-prófi og allt fyrir hlaupið og búin að kaupa miða og bara ready sko, og svo fekk ég bara símringu frá umboðsmannum mínum bara á 5. deginum og það bara, já, þeir alltaf bara fresta þessu út af því að veðrið er bara svo slæmt það er enginn að fara að hlaupa hratt í snjó og roki þannig að við þurfum bara að líta á einhver önnur hlaup þannig að ég þurfti bara svolítið svona skiptum svona hugsunarhátt og já, það var eiginlega ekkert annað í stöðunni en að hlaupa Dresden. En fólk teipirar oft eða svona tekur, ég ætla ekki að segja hvíldarviku en það minnkar, ég meina það hvílir fyrir stóra hlaupið og fólk karblótar ímist eða hvað hann mismundi skoðunar og þýrendar. Hvernig var að allt í einu græja sig allan fyrir þetta, minnka æfingarnar, taka hvíldina og svona og síðan bætt við viku þá getur þú átt að hlaupa? Já, það er náttúrulega smá sens að því að þú ert ekki að ferskur á keppnisdegi út af því að þú ert búin að þurfa að hlaupa minna í 1 viku í viðbót en já, ég reyndi ekkert að hugsa það ég er bara, ég er búin að leggja inn innuna ég held að ég sé ekkert að fara að missa eitthvað niður út af því að ég þarf að hlaupa 130 km viku í staðinn fyrir 170 þannig að, já, ég reyndi bara að vera rólegur yfir þessu og svona andlega að setja sjálfum mig bara í næstu viku. Já, þannig að þið fannst þetta meira bara spurning hausinn frekar heldur en eitthvað hvernig þú ættir að stilla æfingavikunni upp. Já, ég held að þetta er náttúrulega mjög mikið hausinn, bara íþróttin yfir höfuð. Hvernig, já, einmitt, getur við rætt það eins, hvernig áhrif þetta hefur á hausinn þessar löngu vegalengdir á móti, ég meina, ég var að segja 5.000 metrar sem eru mjög hraðir en kannski korter á móti 2 klukkutímum. Bæði er mjög sásökafullt. Hvernig berð þú þetta saman? Já, þetta er náttúrulega allt öðruvísi sko, en ég get samt sagt það að mér finnst persónulega síðustu 3 hringinir í 5.000 erfiðari heldur en síðustu 5 km í marathoni. Býtu, aftur, síðustu 3 hringirnir í 5.000 sem eru svo að síðustu 3 400 metrar hringirnir. Já, síðustu 1200 metrarnir. Er erfiðari heldur en síðustu 5 km í marathoni. Út af því að 5.000 metrar er svo ótrúlega óþægileg grein og þú ert að hlaupa á svona hámarks súrefnis upptöku í svona lengri tíma en þú vilt það er svona, já, max svona kannski 9 mínútur sem vilt halda þessum hraða þú ert að halda þessi í 13 mínútur þannig að það er rosalega erfið grein sko, ef þú hlaupir hann mjög hratt það er að segja. Já, þannig að þarna þarf bara, þú ert að þrauka í mjög miklum sásöka, en í miklu minni tíma. Akkurat. En í marathoni minni sásöki en í miklu lengri tíma. Já, akkurat, já. Hvaða tíma ertu með í þessum styttri vegalengdum fyrir fólk til þess að heyra? Getur þú farið aðeins við það? Já, markmiðið var alltaf að vera fyrst Íslendingur til þess að hlaupa undir 8 mínútur í 3.000, undir 14 mínútur í 5.000 og undir 29 mínútur í 10.000 áður en ég myndi færa mig lengri vegalengdar. Og já, mér tókst það. Ég var fyrst Íslendingur hlaupa undir 14 fyrst í 2018. Í 5 kilometrunum? Já, og best tími núna er 13.57 en ég held að ég hef ekki bætt það fyrir um sumarið en hvað pace er það fyrir ekki? Það er 2.47 Já, einmitt, 2.47 Já. Og já, svo á ég 7.59 í 3.000 metrum og það pace er 2.39 Er það innanhús? Það er innanhús, já. Svo á ég 28.55 fyrir 10.000 metra eða 10 kilometra og það er
2,54 kilometrar. Einmitt. Finnst þér 5.000 erfiðari en 10? Já, klárlega. 10 verður bara relaxed, sko, bara að fylgja, það er ekkert mál. Það er svo löng grein að þú ert ekki í það miklu sársauka. Þetta er bara svona afslappaður, mjög þægileg grein, finnst mér allavega, en 5.000 er erfiðasta grein í frjálsum fyrir mér, sko. Ég laupi allt frá 3.100 nýri 800 metra, sko. Þannig að 5.000 er djúvillin. En hvernig var það að leggja staði í marathonið? Marathonið var bara mjög auðvelt. Mér fannst bara eins og Ekki segja þetta. ándjóks, eftir hálft marathon, þá bara, mér leið bara eins og ég var í löngum túr, bara því að maður er búin að hvíla svo vel og þetta er svo bara ekkert mál en þetta verður alltaf erfitt ef þú lendir á vegnum og það er alltaf skeiðið, þannig að það var erfitt eftir 35 kilometra, það var erfitt síðustu 7, en að því það var það bara afslappaður og fylgja. Ok, já, þannig varst með einhverja gæja sem voru að hlaupa á sama hraða og þú þarna. Já, reyndar var þetta rosa áhugavert út af því að hérinn í hlaupinu hann ég bjó með honum í 3 ár í Bandaríkjunum og æfðum saman í Eastern, þannig að þetta var ótrúlega. Hann var að héra bróður sinn sem heitir Sufjan Bouchiki, sem er bara eitt besti hlaupari í Evrópu. Hann er búin að hlaupa 27-40 fyrir 10.000 og hann var að héra bróður sinn og komið svolítið óvart að hafa hann annað, en það var hjálpaði rosa mikið andlega að vera með eitthvað sem þú þekkir fyrir fram að ég veit nákvæmlega hvað hann getur og svona, og já, það var bara mjög fínt að hafa hann annað fyrir fram að hann og eldan bara eins og gömlum æfingum. Bara í löngum túr. En ekki klárað, hann var bara hér, hvenær fór hann úr? Hann var alveg búinn eftir 27, því hann alltaf tók vindin á sig og svona. Hann hætti eftir 27. Og fannstu þegar þú allt í einu ert einn þarna, náður ekki skílaður á bakgrunnin, er mikill munur eða? Já, komið svolítið óvart, sko. Hann steig svo allt í einu bara út 27, ég held að hann myndi fara á 30. Já. Svo steig hann út 27 og ég var bara eftir honum, og svo þegar hann steig út, þá var ég bara í fórustunni og þurfti að taka pace-ið ángla 30 km. Þá kom en við gerum svona smá díl, við vorum hann að 3 saman, ég, einn hollendingur og einn belgi, og við tókum þá ákvörðun að við myndum allir leiða eitt ring, og eitt ring var 2,5 km, þannig að ég leiddi að 30 og svo tök einn annar að 32,5 og svo kolli. Þannig, og eru þið bara að tala saman í miði hlaupinu eða? Já, þú náttúrulega ert ekki að hlaupa það hratt að þú ert bara eitthvað að puða. Nei. Þannig að já, við tölum aðeins saman. Auðvitað er maður náttúrulega einbindingin í lagi, en já, við þurftum svolítið að átta okkur hvernig við myndum gera þetta, út af því við tölum ekkert fyrir hlaupi hvernig þetta myndi vera. Og já, það er svolítið, við veitum það að við viljum allir ná lágmarkinu og við meiri sensa ef við dreifum álæginu heldur en að við látum bara einn taka á sig að halda upp í hraðanum, sko. Ok, þannig það var raunin þegar maður er að horfa á, ég var náttúrulega bara að horfa á þetta frá sjónvarpsútsendingu og bara, Hlynur í fyrsta, hann er í öðru, hann er í þriðja, hann er í fyrsta, þú veist, þá er þetta bara menna að viksla á milli sín. Já, akkurat, já, Okay. og það er alltaf gert, held ég, þegar hér að detta út að menn vilja halda upp í hraðanum, og við viljum alltaf hlaupa eins hratt og við getum, þetta er ekki taktískt, við erum ekki að reyna að hlaupa á sæti, það var engin peningur til þess að vinna, þannig að, já, gerum bara okkar besta. Engin peningur til að vinna. Þú komst heim, kemur ekki heim og keppir í Reykjavík-maraþoninu bara, þú veist, að sækja þér vinningsféð eða? Það er kannski leitt að segja það, en jú, ég hef alltaf tekið bara Reykjavík-maraþon svona 90% efforti til þess að, því að það er 150 skallir ekki tekið upp á götunni, þannig að já, ég hef alltaf tekið það bara svona enda tímabilsins bara til þess að, já, vinna með smá pening. Ég er ekki að henda þessu fram bara svona út af þetta er fyndið, ég meina þetta er líka bara lýsið því hvað raunveruleika þú býrð við, það er engin, ég meina þú ert engin hlaupastjarna með 1 million followers á Instagram með alls konar sponsora og fær borga fyrir að stunda þína íþrótt, þú ert bara að reyna að harka saman menntun og líka viðbóta námi og þessum hlaupaferdi. Hvernig er þetta búið að ganga? Búið mjög erfitt stundum, sko, en ég vinn svona hlutavinnu í Hollandi og get svolítið svona ráði hversu mikið ég vinn, þannig að stundum er ég að vinna 40 tíma í viku, en því er svona aðdraganda hlaupi þá er ég að vinna minna, var bara að vinna 16 tíma að hlaupinu þannig í maraþoninu. Við hvað ert að vinna? Ég vinn að gera svona PCR-próf hjá GGD í Hollandi. Svona COVID-test? Já, en svona bæði að taka sýni og svo líka setja sýnin í PCR-vélina sem sér hvort að þú ert með COVID eða ekki. Ok, er PCR notað fyrir eitthvað annað en COVID? Já, bara hvert skipt sem þú vilt copy afrit af einhverjum sérstökum hluta af DNA-inu eða þessu RNA eins og er í vírusinu.
þá er PCR-próf notað. Já, ef þú vilt sjá hvort það sé ykkur hluti af RNA eða DNA í ykkur sýni. Ok, og þú vinnur þá bara í rauninni sem líffræðingur, eða þú fyrst þess að vinnu við það sem að þú menntaðir í þannig? Já. Ok, og síðan sá ég líka að þú varst að vinna við það að þýða. Já, ég er náttúrulega frekar fínn í ensku og já, ég vinn stundum online að við nokkra þýðingar nokkra svona client eða viðskiptin sem ég þýði fyrir. Útskýrðu, hvernig virkar það eiginlega? Já, oft að vinna fyrir til dæmis Google. Ef þú ert að skrifa inn ykkur leitarorð á Google, þá er náttúrulega þarf að þýða það frá ensku í íslensku og ég náttúrulega bara, gera það fyrir þau. En þeir vantar nokkra Íslendingar sem að skilja þetta tungum. Ekki hafa mikið út úr þessu, kannski svona 40 skall á viku, 50 skall. Og þú ert þá þarna bara í rauninni að skrapa saman til þess að bara halda þér uppi sem hlaupari. Já, svo er líka búin að vera með smá svona netþjálfun fyrir nokkra einstaklinga. Ok, nokkra spurningar. Netþjálfunin, hvað langar hver er svona þín þjálfunarfræði, þjálfunar nálgun? Já, það er náttúrulega allt öðruvísi að ef þú ert áhugamaður eða topp hlaupari. Þú ert svolítið að adjusta hver er markmið hlauparans og hversu hratt hann vill hlaupa og hversu mikið tíma hann hefur til þess að hlaupa og svona. Og ég er bara að reyna að vinna með fólki sem vill verða betur hlauparar og það er allavega við mjög gaman hingað til, skemmtilegt að reyna að hjálpa fólki. Og hvað er svona bara varandi þjálfunarfræðina, eins og bara Arnar Péturs tala mikið það, hlaupa nú á hægt og síðan þegar þú ert að taka geðæfingar þá ferði nú á hratt, ekki vera þarna á milli. Ert þú með einhverjar nálgun á þetta? Ert það nálgast þetta einhvern veginn öðruvísi? Já, ég nálgast þetta svolítið öðruvísi. Og af hverju það? Ég persónulega hlaup er aldrei hægt. Ég hlaup, mjög sjaldan sem ég hlaup hægar en 4 mínútur kílómetrar. Út af því að það er eiginlega ekkert stress fyrir líkamann að hlaupa kannski 4-40 kílómetrar. Þú gæti alveg bara fara að vera heima og sofa til þess að ná meiri endurheimt á milli æfingar. Það er ekkert álag á líkamann. Það er engin svörun við því álagi. Þannig að þú þarft að hlaupa hratt. En með áhuga menn þá er það bara meira svona, þá er það alveg rétt hjá honum að það er mikilvægir að hlaupa hægt út því að þú vilt svona ná ákveðinu magni fyrst áður en þú getur byrjað að hlaupa gæði. Því að ákveðin geta eiginlega ekki hlaupa í gæði. Því að hjartslátturinn er komin upp í kannski 160 eitthvað á 500 kílómetrar. Þannig að það fyrst er að bara komast í nógu gott grunnform til þess að geta hlaupið rætt. En þegar þú ert toppildur hlaupari þá er grunnformi orðið svo gott að ef þú vilt bæta ofan á það verður að hlaupa hratt. Þú verður að gera eitthvað annað sem er stimulus fyrir líkamann. Ok, er það samt rétt skilja á mér að það er alveg nokkrir skólar í þessu? Ég meina, sumir aðhyllast þetta og jafnvel fyrir elituhlaupara eins og í Kenía, þar eru líka einhverju gæðar sem eru bara að hlaupa mjög hægt þegar þeir fara í róluðu skokkin sín. Já, munurinn er því að þeir líka eru með rosa mikið að brekkum og svona í Keníu. Og náttúrulega bara háfjallaloft. Já, og háfjallaloft, þannig að þetta er svona aðeins öðru æfinga umhverfið það sem þeir eru í. En grunnurinn af öllum æfingafræði er Arthur Lydiard sem var þjálfari frá Nýja-Sjálandi og sem svona, 1960 svona kom með svona nútíma æfingafræði hlauparans og en síðan þá, og hann alltaf vildi bara að menn hluti hlaupa minnst að kosti 160 km viku og mikið er mjög hægt en síðan þá er hlutin aðeins breyst þetta er ekki alveg það eru hluti sem eru svolítið svona úreldir. Og er þá eitthvað sem að þú hefur væntanlega verið með einhverja þjálfara sem hafa verið að pröfa nýja nálganir á þig, eða ekki? Jú, þetta er náttúrulega líka kannski svolítið persónubundi, hvað virka fyrir hvern einasta en fyrir mig þá gerir það ekkert fyrir mig að hlaupa 4-30 km fyrir kannski 10 km eða eitthvað. Nema eftir erfiða brautaræfingu eða eitthvað þar sem að markmið er bara að ná endurheimt. Þá er alltaf lægi að jogga bara aðeins til þess að ná blóði til vöðvana og næringarefnum og súrefnum þá er náttúrulega getur ekki að hlaupa hratt. Það er bara svona niðurskokk í rauninni. En maraþonundirbúningi þá er það yfirleitt þá þarf ekki að hlaupa æfingar sem eru það erfiðar að þú ert að fá mjólkusýru í löppinnar og svona, þannig að
þá er það ekki nauðsynlegt að hlaupa svona hægt. Ok, þannig að þú ert í rauninni, er þetta ekki bara svona polarized training það sem við erum að tala um, að annarkvort hlaupuru hægt eða hratt, það er engin millivegur hérna? Já, það er mikilvægra sko í brautaræfingum að taka polarized training út, þú ert að hlaupa náttúrulega interval sem er með mjólkusýru og hérna, en í marathonundumungi þá held ég þessi mikilvægra að hafa þetta aðeins meira svona moderate og það er náttúrulega að hlaupa magn. Ok, áhugavert. Við vorum að ræða hérna eins þýðingarna þinnar og þess aftar og hlaupa sigra Reykjavíkur marathonið til þess að fá pening. Er þetta, ég meina, hvað finnst þér til dæmis bara landslæði fyrir afreks íþróttafólk á Íslandi? Ertu með eitthvað skoðun á þessu? Út að ég held að það viti ekki margir hver þú ert, jafnvel þú sért með öll þessi Íslandsmet. Nei, örugglega ekki og ég hef aldrei verið eitthvað að sækjast rosa mikið í athyglina. Það er svona bara skiptir mér ekkert öllu máli, ég vil eiginlega bara sjá hversu langt ég get komið sem hlaupari og já, kannski ekki alveg jafn duglegur og aðrir á samfélagsmiðlum og svona en já, reyna allavega að gefa eitthvað að mér en já, þetta kannski skiptir mér ekkert öllu máli að fólk þekki mig. En er það ekki kannski líka bara smá raunveruleikin í dag? Bara núna það maður að bara sjá sig sjálfur og auglýsa sig og koma sér á framfæri og þess að þar. Ég meina, lítur á það sem að þú þurfi kannski að gera meira því þó svo þið langið ekki? Ég held að það sé bara rosa fyrir eftir persónuleikanum af fólki. Það er sumir sem alveg þrífast að því að vera í sviðsljósinu og sumir sem vilja bara svolítið meira halda þessu fyrir sjálfan sig. En það er alveg rétt að í dag þá ert eiginlega ekki að fara að fá neina sko, samstarfsaðila nema að þú ert í sviðsljósinu. Þannig að já, það er alveg klárlega eitthvað sem ég vill vinna í og verða betri í er að hérna, gefa fólki eitthvað á samfélagsmiðlum það sem það vill. Þú veist, kannski hvort það er sína hvernig ég æfi eða já, eitthvað sem það hefur áhuga á að sjá. Ekki bara einhverja selfies, þú veist, þá svona. Einmitt, já, en þetta er samt, já, þetta er búið fín lína þarna og ég veit að það var líka þessi umræða þarna, það var reynda fyrir einhverjum árum að fyrirtæki voru að vinna með áhrifavöldum en ekki afreks íþróttafólki og þess að varst þú ekki eitthvað inn í því eða? Já, við það var eitthvað svona undirskriftalisti já, ég held að það sem var meira eitthvað fyrir menntamálaráði að sko sjá að við sem íþróttamenn, afreks íþróttamenn sem erum ekki í boltaíþróttum, ekki með eitthvað rosa samninga og svona, við svolítið lendum eftir á öðru fólki út af því að við kjósum það að vera afreks íþróttafólk. Við fáum engar bætur fyrir það og þetta er náttúrulega bara eitthvað svona persónuleg ákvörðun sem við þurfum að taka og já, maður svona óskar stundum að það þyrfti ekki vera svona mikil fórn, sko, bæði í ævitekjum og já, bara að lenda eftir öðru fólki í samfélaginu og þú getur ekki unni jafn mikið en eftir að ég veit alveg hvernig kapitalist kerfi virkar, ef þú ert nógu góður þá getur unnið fyrir þér en já, þetta er bara svona eitthvað sem eins og til dæmis listamenn fá laun frá ríkinu og já, vildum bara svona aðeins vekja athygli á þessu. Einmitt. En þú talar um að þetta er bara svona smá persónuleg fórn, þú veist alveg hvað þú ert að ganga út í, þú tekur þessa ákvörðun, ég meina, hverju ert að fórna? Já, þú ert að fórna til dæmis held í barnseignum út af því að já, getur náttúrulega ekki verið topp íþróttamaður og verið topp fjölskyldumaður á sama tíma, held að þessi ákveðin fórn í því því að þú ert að kannski að fara ef þetta er Mo Farah til dæmis sem er 4-faldar ólympíumeistari, hann er 6 mánuði í ári í burtu frá fjölskyldunni sinni og hann er að æfa í æfingabúðum og svona, það er mjög mikil fórn og já, svo náttúrulega bara er þetta fórna tíma sem hún getur eitt í vinnuna í staðan fyrir að vera að æfa og já, það er bara fyrir mikill peningur í að vera topp íþróttamaður. Horfir þú á þetta þannig að bara ég meina, þó svo þú eigi kannski þín bestu ár eftir fyrir þessar löngu vegalindir að það sé kannski bara ekki þess virði ég þú hafir augljóslega að þú sést búin að bara hlaupa alla þessa kílómetra yfir æfingaferlin að hugsa samt bara ok, nú held ég sé bara orðin sattur og nú bara orðið skynsamlegt að fara bara sinna ferlinum eða fjölskyldunum eða þess að Já, það var eiginlega þannig að ég svona hafi ákveðið, ok, ef ég hleyp ólympíulágmarki þá er ég sens að fá samning við kannski skófyrirtæki sem að mun þá greiða með laun og ef það gengur ekki þá verði ég bara að leggja þetta frá mér kannski gera þetta bara með sem hobby og fara þá meira að huga að starfsferlinu út af því að ég nenni ekki að búa eins og að vera alltaf að spara og búa eins og ykkur sem á engan pening og já, það er svolítið erfitt sko.
Og hvað, þú ert fættur 93? Já. 28 ára núna? Já, 27 verður 28 í senfur. Og hvernig, er þetta búið að vera þannig? Er þetta búið að vera mikið hark? Er þetta bara búin að vera að lifa á bara í sparnaðinum síðustu ár? Já, búin að vera, að það er klart mál, sko. Ekkert bara að ljúga því, ég er búin að vera að lifa í sparnaðinum. Ég hef ekki átt bíl síðan ég var 17 ára. Og já, þetta er búið að vera svolítið svona, ég er ekki að leigja dýrt húsnæði. Ég fer eiginlega aldrei út af veitingastæði því að ég reyni alltaf að mealpreppa og sparpenning þannig og já, þetta er mjög mikil fót. Hvernig er svona vika í lífi Hlyns og þá er ég að hugsa æfingavika og þess aftar og mér langar líka aðeins að tala ég meina, það að hlaupa 160 km við tökum það bara sem tölu ég meina, þú þarft að ná endurheimt þess á milli hvað er endurheimt fyrir þér? Bara hvað þýðir það að recovera eftir æfingar? Já, mjög oft ef ég er ekki að vinna á daginn þá náttúrulega æfi ég bara á morgnana og svo kem ég heim og borða morgunmat og svona og svo reyni ég alltaf að leggja mig í svona 45 mínútur. Þú æfir og borða síðan morgunmat, ertu að taka fastandi gæðaæfingar? Nei, ég kann fæ mig kannski banana og smá kaffi eða eitthvað án ég fer út að laupa, ég vil ekki laupa á fastandi maga, það er búið að sýna rannsóknir að það er ekki gott fyrir hormónastarfsemi að laupa á fastandi maga. Jafnvel þó að sé bara hægt? Já. Þó svo þú hlaupir undir ekki hægt? Já, ég er náttúrulega reyna ekki að laupa hægt, þannig að ég fæ mér alltaf eitthvað smá, ég líði bara betur líkamlega ef ég fæ mér eitthvað smá. Okay. En svo fæ mér ágætan morgunmat eftir æfingar. Svo reyni ég alltaf að leggja mér svona 45 mínútur ef ég get. Það hjálpa mér mjög mikið hérna á endurheimt. Hvað ertu búin að sofa þá nóttina fyrir cirka? Ég reyni alltaf á 9 tímum. Það er bara svona standardinn hjá þér? Já, og þú verður að hafa rosa konsistent svefnvenjur. Þú verður að fara svo alltaf á sama tíma og reyna að vakna á sama tíma. Ok. Þannig að svefnvenjurnar skipta miklu máli og já, að sofa er náttúrulega bara það sterkast sem við höfum til þess að ná endurheimt, þannig að ég reyna að gera eins mikið því ég geta, en ef ég er að vinna þá náttúrulega get ég ekki gert það. Þannig að ef þú ert ekki að vinna þá myndir alltaf taka þessa æfingu og leggja þessi inn í 45 mínútur eftir það? Já. Geggjað. Og síðan er bara komin að hádegismat? Svo bara hádegismatur og svo kannski get ég eitthvað að vinna í tölvunni eða eitthvað og svo bara æfingu síðdeis, svo bara elda kvöldmat og kannski, já, smá tíma við vinnum eða eitthvað og svo bara sofa. Þetta er svolítið bara svona mikið hver getur endurtekið þetta nú oft til þess að ná árangri. En hvað ertu að gera inn í þessari viku til þess að, já, einmitt, ok, þú í rauninni bara, þarna tekur bara þrjóskan við, bara situr upp þetta plan og reynir síðan bara að láta á lúpuna bara. Já, akkurat. Ég sérði hérna eins og til dæmis Eliud Kipchoge sem var heimsmeti í marathoni, hann var milliardamæringur, hann býr bara við rosa svona lélegar aðstæður svona í eitthvað æfingabúð þarna í Kenya og þar að þrýfa klósetti líka og já, þetta er svolítið áhugavert sko, að hversu svona frumstætt svona frumstæði lífstíl verður að hafa til þess að vera topp íþróttamaður, það verður bara að vera þrjóskur og geta æft á réttum tíma og sinnt þessu alveg 100%. Ef þú getur ekki sinnt þessu 100% þá getur alveg eins bara sleppt í sko, því að þetta er svo harður heimur. Og hvað þýðir að sinna þessu 100% fyrir þér? Það er bara að sofna á ákveðnum tíma, ég meina, jafnvel þó að sé gaman og þú ert að hitta vinniðinu eitthvað, þá er það bara, heyrðu, bless, ég er farin heim, ég þarf að sofa. Sinna þessu 100% er að gera allt sem þú mögulega getur til þess að ná árangri. Og það, þú veist, hvort þessum það er svefnvenjur, mataræði, æfingar, já, það fer svo mikið inn í þetta. Tökum þá aðeins, snertum til dæmis aðeins á mataræðinu, hvað borðar Hlynur? Já, ég reyni alltaf að borða eitthvað sem fer vel í magan á mér, því að ég get til dæmis ekki verið að borða eitthvað asískan mat eða indverskan mat eða eitthvað sem er svona kryddjurtum eða eitthvað, þá fæ ég bara í magan og það er náttúrulega ekki næs ef þú ert að hlaupa kannski 2 tíma langatúr og þarf allt hínu bara að fara á klósettið. Þannig að ég reyni alltaf að borða eitthvað svona, reyna alltaf að borða frekar lífrænt og góða mikið að grænmeti og ávöxtum og já, ég lengar svona unna matvörur, reyni alltaf að halda þessu bara eins náttúrulega ég get og já, kannski borða aðeins meira brauð en ég ætti að gera. Ok, þannig að þú ert ekki alveg í 100%. Nei, það verður náttúrulega að borða nú mikið af kolvetnum. Já. En þú leggur alveg áherslu á það í kringum æfingar að vera að fara mikið af kolvetnum? Já, kolvetni og líka svona heilsamlega fitur, kannski ólífuolíu eða hnetusmjör eða svona verður að gefa líka allt sem hann þarf og svo náttúrulega prótein líka på endurheimt, þannig að alltaf eftir æfingu á föstudögum, það tekur alltaf brautar á föstudögum og fæ mér alltaf steik út af því að þú þarft eiginlega að hafa rautt kjöt út af því að með sameind sem heitir Heme Iron sem hjálpa að taka upp járn í líkamann og járn er svo mikilvægt upp á
að hafa nóg mikið blóð í líkamannum til þess að ná endurreimt og bara performance sem hlaupari, þannig að Sérstaklega fyrir hlaupara og það er ekki í rauninni bara, virkar þetta ekki henni að maður er alltaf að kremja rauðu blóðkornin í hverju skrefi? Jú, já. Þetta er bara eins einfalt og það er. Já, þetta er hemolysis á ensku. Og það er bara þegar að hellin eða tábergið eða hvernig sem þú lendir hittir jörðina þá ertu bara að kremja blóðkornin. Já, akkurat. Það er meira svona æfir því minna rauðu blóðkornin en þú verður að virkilega hugsa um þetta. Ég tek stundum B12 og vitamin C, sérstaklega í æfingabúðum og svona. Tekið alltaf járn, B12 og vitamin C til þess að því sé að minna á mikið blóð. En ertu í einhverjum öðrum fæðubótefnum eða ertu bara að passa að reyna að ná þessu sem mest úr fæðunni? Ég tek prótein eftir gæðingar. Okay. Tek alltaf prótein eftir gæðingar en annað en það eiginlega ekki neitt sko. En líffræðin í þér, út að þú ert með hana líffræði áhuga og þess að líffræði mentur alltaf sjálfsög bursið frá áhuganum. Er eitthvað svona sem þú ert að spila inn á þar? Ertu, ég meina, ferð í blóðpröfu og tjekkar hvort einhver gildi séu slæm eða góð? Ég hef gert það einu sinni en það hjálpaði mér ekki neitt. Nei, okay. Það var bara, allt er í góðu. Borða aðeins meiri fitu. Svona, ok. Já, ég er svona rosa lítið fyrir svona ykkur gögn varandi þetta er betra bara út og ég finna sjálfur ef það er eitthvað þá finn ég það líkamlega sérstaklega, ef að járnið er lítið þá er ég þreyttan en vanalega eða ég þarf eiginlega engin gögn til að segja mig hvað er að og þú myndir bara finna mér þess að munin á því bara ef þú myndir sleppa þessari steik þarna einu sinni í viku þá finnur þú bara að þú ert jafnlítið. Já, ég finn það ef ég er ekki múin að borða rautt kjöt í langan tíma og þú veist þá er ég ekki alveg svona kannski skarpur, kannski andlega þreyttari og ég finn það alveg klárlega mun. Geggjað, það er kannski kosturinn við að vera með allt svona reglubundið og í svona mikillir rútínu að þú finnir að þú tekur eitthvað eitt út þá kemur munurinn strax í ljós. Já, klárlega. Það er náttúrulega ástæðan sem menn er að taka náttúrulega ólulega efnið EPO, erythropoietin, sem er hormónið sem að líka með framkalla búið til fleiri rauð blóðkorn. Það er þetta því að þú nær endurreimt hraðar og þú getur æft meira. Þannig að, þetta er náttúrulega, menn náttúrulega gera þetta að fara í háfjallabúði til þess að framkalla þetta hormón náttúrulega, þannig að það er ekki ólulegt. Nei, einmitt, það eru nokkra leiðir til þess að gera það. Þú getur farið í þetta EPO, það er rauninni, hvað kallar maður þetta? Bara þú í rauninni stingur. Já, bara stungunál. Já, en er síðan delt bara efni í þig, eða? Já, þetta er bara með einhver dós, einhver skamt. Þetta er ekki sprauta, er ég að segja. Þetta er svona að þú lætur svona drýpur í þig, eða ekki? Jú. Akkurat. Og það er EPO, síðan getur þú tekið vantarlega einhver lyf, býst ég við, síðan getur þú sofið í svona tjaldi. Já, en ég veit ekki alveg hvort það virkar. Þótt þú sefur í tjaldinu, þá ertu samt að æfa og svona eyða mestum deginum bara í venjulegu umhverfi. Einmitt. Þannig að þú ert eiginlega að vera, held ég, alveg örugglega bara í háfjöllum til þess að ná þessu effekti, sko. Það sem að súrefni er þynnra. Já. Og þá byrjar líkaminn að bregðast við því með því að framleiða fleiri rauð blóðkorn. Já. Og síðan þegar þú kemur niður, þá ertu bara einhvers konar ofurmenni. Já, það er samt líka rosa persónubundi. Fyrir mér þá virkar þetta ekki alveg nóg vel þetta. Ég á það til að æfa of stíft í háfjöllum, þannig ég er eiginlega bara hættur að fara í háfjöllum. Já, ok, bara þetta tristir ekki í það. Já, bara hef alltaf keppt fyrir eitthvað illa þegar ég fór í háfjöllubúðir, því ég reyndi það og það er náttúrulega svo erfitt fyrir líkamann, þetta er svo mikið álag á líkamann. Þannig þarf að æfa minna og svona, ég ákvæmst eftir erfitt að halda aftur á mér. Já, meinar, sem sagt að hver kílómetri er erfiðari fyrir þig sama, þú veist, 1 kílómetri er ekki það sama á 1 kílómetri upp í háfjallaæfingabúðum. Alls ekki, þú verður að æfa minna ágjöf og minna magn og mér líður betur í að æfa aðeins meira og get hlaupið eins rætt og ég vill. Þannig að ég tek ekki annað séns lengur fyrir eiginlega ekkert í háfjallabúðir. Kannski geti verið maður að prófa þetta einhvern tíma seinna en svo líka annars sko, kostur er að fara í rosa heitt svæði, það sem er kannski úr að æfa í 30 stig hita þá það kallast poor man's altitude. Það er bara hita. Já, þá framleiðir líkaminn, aðlagast líkaminn að kallast acclimatation og þá aðlagast líkaminn heita umhverfinu með því að framleiða meiri blóðvökva, þannig að þú betri að svitna og svona, og þá er líka hjálpa að performance. Og það er meintalega erfitt á meðan í stendur að vera að æfa í svona rosalegum hita. Já, klárlega, það getur verið mjög erfitt sko. Hvað af þessu, þegar ég meina þú ert komið með hana rosagrunn, bara svefn, næring og recovery og æfingar og allt þetta, hvað finnst þér svona, og ég vil bara meira segja fórnfísin, að bara sleppa því að hitta vinnina eða djamma eða vinna, hvað finnst þér svona erfiðast að halda í, út af því þú varst að tala að þú tekur vikuna og reynir að endurtaka hana eins oft og þú getur, hvað finnst þér erfiðast svona að halda í þessu?
Já, klárlega það erfiðasta er að hafa ekki ná mikið frítíma. Það var sérstaklega að vinna, þá er bara að vinna nú á æfingar. Þá getur það er ekkert annað sem að þú getur svona einbeittir að. En sérstaklega ef þú ert langhlaupari, þetta er örugglega þægilegra ef þú ert kastari eða stökkvari og svona. En svo náttúrulega, já, ég held að erfiðasta klárlega samt þetta fjárhagslega tap sem maður tekur á sig. Já, það er kannski, og það er náttúrulega líka bara á við ég meina, æviskeiðið, það er ekkert bara eitthvað svona, þetta var erfið æfingavika, heldur ertu kannski með þetta svona aftan í haustnum að þú gæti verið að gera eitthvað annað. Já, en ég veit að ég mun alltaf hafa eftirsjá ef ég myndi ekki láta reyna á það, þannig að ég reyna bara að lifa með því. Einmitt. En svona, ég meina, bara eftir erfiða æfingaviku, ég meina, þú ert að hlaupa svona ótrúlega langt, ertu ekki bara búin á því? Ertu ekki alveg að manna því það bara að taka næstu æfingu og klára hana og síðan bara önnur æfingu á eftir og... Já, það var alveg nokkur sinnum í maraþonundirbúinu sem að ég vakna á sunnudegi var búin að taka langan túr á laugardeginum, átti svo að taka tempo á sunnudeginum og ég bara svona vaknaði bara, hvernig á ég að fara þessu í dag? Þegar líka mér var bara frekar súr og þreyttur, en svo einhvern veginn bara koma sér í gegnum þetta. Það var bara það var erfitt, en náttúrulega hugurinn gefst upp, árin líka minn gefst upp, þannig að það er bara svo leið. En varst ekki að upplega þetta í brautaræfingunum? Fannst þér þetta meira núna þegar þú varst að taka maraþonið, að lengja? Já, það var erfiðara sérstaklega fyrir maraþoni. Fyrir mér finnst mér svo skemmtir að taka brautaræfingar, hlaupa hröð interval á brautinni og svona, að ég hlakka alltaf til að taka brautaræfingar, en að taka langt tempo, 40 mínúta tempo og svoleiðis, það er bara alveg, Þú ránkólfur í þér augunum fyrir að segja þetta. Og það er því að þetta er náttúrulega pain, sko, sem þú ert að halda, þú ert að hlaupa á þessari rauðu línu í 40 mínútur, það er svo óþægilegt, þannig að ég get klárlega að segja að maraþonundirbúningur er erfiðari en brautarundirbúningur. Það er mikið talað threshold hraða, mjólkursýru þröskuld, og það er svona mikilvæg mæleining í hlaupunum. Veistu hver threshold hraðin þinn er? Já, þú berð alltaf saman við hálfmaraþontímaðin og ég náði að hlaupa hálfmaraþon á 2:58 peysi, þannig að ég held að segja að threshold hraðin minn svona 28 held ég. Ok, og þú, þannig að það er rauninni sá hraði sem þú, nú veit ég ekki alveg hvernig þú myndir nýta þar hann í þínum æfingum þar sem að þú ert ekki í þessu svona polarized, en þú væntanlega bara, kannski skiptir þetta ekkert svo miklu máli? Jú, ég tek alveg threshold æfingar stundum, sko, en þetta er svolítið mikið svona hugtak sem allir er að nota þetta er svona ofnotað hugtak finnst mér, að þetta er alltaf láta eins og þetta sé svona lykillinn að því að hlaupa rætt. Það er örugglega aðalega búið því að bræðinni frá Nóri, Ingebrigtsen, eru búin að gera þetta rosa svona svona vinsælt æfingahugtak, en fyrir mér er þetta bara eitt af þessum tæki sem við getum notið til þess að vera betur hlaupari. Þetta er ekki aðalega að hlaupa bara threshold. Ertu að fylgjast mikið með Ingebrigtsen? Já, ég hef ekkert verið að horfa á þessa þætti sem þið gera, en náttúrulega rosa gaman að horfa á hann að Jakob keppa, því að hann er bara undrabat, sko. Maður skilur ekki alveg hvernig hann hefur alltaf annan gír, og það var ótrúlegt núna á EM innanús, hann tók bara hlaupin svona eftir kannski 2 hringið eitthvað og bara auk hraðan og þannig að hann var enginn eftir. Það var bara ótrúlegt, sko. Þegar þú horfir á svona náunga, hvað hugsaðu að sé á milli ykkar? Ég meina, hugsaðu hvað þú getur gert til þess að ná honum, eða hugsaðu bara hann fættist bara með þennan líkama, eða hann byrjaði í þessu á undan, byrjaði í þessu á undan með snargeðveikan pappa sinn að æfa sig alla mótna á kvöld, sko. Sko, líkamlega getan hans Jakob Ingebrigtsen er mjög hærri en mín, því að hann byrjaði að æfa kerfisbundi þegar hann var 7 ára, og ef þú ert á þessum þroskaárum að æfa, held að það hjálpar rosalega mikið upp á það að ná líkamsgetuninni upp á hærra stig, og ég held að það sé enginn bara í Evrópu sem er með nálagt hans svona getustig, hann byrjaði svo snemma, þannig að ég er ekki að bera mig sjálf saman við Jakob. Finnst þér samanburður, ég meina, hjálpar hann þér samt ekki út að ég koma hans inn á áðan að fara bara frá Eyjum til Bandaríkjana og vera þarna út í Hollandi þar sem þú ert með alla þessa hlaupara? Ég meina, hugsaðu einhvern tímann það að fara eitthvað annað bara til þess að auka getustig allra í kringu þig? Eða er það kannski alveg nógu hátt núna í Hollandi? Nei, ég var alveg pælt í því, sko, að kannski
þú veist, fara í ykkur, reyna að hafa samband við ykkur æfingahóp í Bandaríkjunum og þá verður menn þá herra stig sko, við alveg pælt í en þetta fæði náttúrulega bara eftir hvað ertu til í að eyða í þessari íþrótt sko og ég er árin 27 og ég veist ekkert ungla með ykkur þannig að þetta er svona ég held að ég verð svolítið bara að vera sáttur með það sem ég hef gert og reyna bara að ná eins miklu úr mér og ég get það sem ég en ég er alltaf útilokað ekkert sko en sjá hvað gerist. Nákvæmlega. Er einhver svona framtíða, ertu spenntur fyrir einhverju markmið? Ég meina að þú talar núna bara eins og löngu vegalengdina séu bara eitthvað pain og langir bara að fara á brautina. Sérðu fyrir að stytta aftur í vegalengdunum með það? Nei, ég er eiginlega komið svolítið svona rosa áhuga á marathon núna. Eftir fyrsta sko, því að ég veit að ég geta hann háðar. Ég held að ég get hlaupið kannski undir 2:10 ef allt gengur upp. En ég hef það byggt neina, já, eftir þetta fyrsta þú veist það er svona, ok, ég gerði mistök sem ég get leiðrétt og ef ég leiðrétt þessi mistök, hvað get ég gerst? Þannig að Meinar mistök, það er næringin? Næringin og, já, nokkuð hlutir í undirbúningu sem það geta farið betur en, já, mér langar rosalega að hlaupa Valencia marathon í desember og það er einn hraðasta braut í heimi ef ekki svo hraðasta þannig að það verður rosa gaman að sjá hvað gerist á. Þannig þú ert mögulega bara að fara að vera í marathon undirbúningi þetta árið? Já, nei, ég ætla að taka brautatímbil núna í sumar stærsta markmið mitt er Evrópubikar í 10.000 metrum á braut sem er í Birmingham, Englandi 5. júní en já, svona stærsta markmið fyrir haustið væri þá að hlaupa annað marathon því að já, ég langar allan að ná lágmarki á HM í Oregon og já, svona sjá hvað ég get gert út af því að það er rosa fáið er svona sjaldan sem að ykkur neglir marathon í fyrsta hlaupi sko. Já, einmitt. Já, það er kannski líka bara út af þetta vegalengd sem þú hefur aldrei farið. Þú hefur bara ekki farið svona langt áður. Ég meina, er það ekki bara 42,2? Það er bara lengsta sem þú hefur farið á æfinni. Jú, klálega. Já, ég man alveg eftir í hlaupinu sko sjálfu þá var lengsta sem ég hlaupið 36. Nei, eftir hvern einasta kilometer eftir 36 alveg, vá, þetta er lengst sem ég hlaupið. Ég er að drepast. Hausinn samt góður. Já, en ég er allan ekki hræddur við þessa vegalengd lengur. Maður var alltaf fyrst bara heyrt alla þessar hryllingssögur marathon og staklega hvað tekur langa tíma að ná sér til marathon og svona. Ég líður bara vel eftir þetta sko. Já, hvernig, dastu samt í eitthvað svona flæði í hlaupinu? Varstu varstu eftir 15 mínútur bara, wow, 2 klukkutímar eftir? Eða var þetta bara næsta skref? Þú verður að brjóta þetta upp í hausnum. Ef þú ert að hugsa hvað er mikið eftir, þá ertu svona andlega bara að sigra sjálfa þig. Þannig að ég reyndi alltaf að splitta hvert einasta 5 kilometer og svo reyndi ég bara að halda því splitti. Þannig að ef ég hlaup 15:30 fyrir þennan kilometer, þá bara ok, hvað get ég hlaupið á næsta? Þannig að ég brautið upp rosa mikið í hausnum og þá leiði þetta rosa hratt. Maður var alltaf bara ok, hvað get ég hlaupið fyrir þennan 5 kilometer kafla og það hjálpaði mér rosa mikið. Þú varst að hlaupa 5 kilometer inn í marathoni á 15:30? Já, ég með splittin sko, þetta var alveg eitthvað 15:30, 15:20, 15:20, 15:30, 15:40, 15:40 og svo 17 á síðasta kilometrin, eða 5 kilometrin, þannig að ég misti þetta svo mikið í endan að það var eiginlega sorglegt sko. Pældu samt í sko að þessi síðustu 5 kilometrar hjá þér á 17 sem er vonbrigði fyrir þér væri bara draumur fyrir einhverjum öðrum. Já, pældu í hvað hlaupin eru svo mikið svona, ég meina, og eins og þú varst að tala þið langar að hlaupa 5 kilometra undir 20 mínútum og núna ertu að tala eitthvað, já, ég hlaup marathon og hvert einasta 5 kilometra splitt var 15:30, 15:20. Já, þetta er náttúrulega bara, verður náttúrulega að progressa í þessari íþrótt, það er bara svolítið, verður að vera framvinda. Já, en fyrst er það aldrei svona út af við komum aðeins inn á þetta í byrjun með að ber svolítið ábyrgð sjálfu þér í hlaupunum meðan í körfuboltanum þá er maður svona hluti af liðseldinu og þjálfarinn ræður svolítið, en ég meina það þýðir líka að ef þú slakar aðeins á þá fyrir tímiðin, þá fyrir verri tíma, þetta er svona hlaupinu mjög harður húsbóndi. Já, það er alveg klart mál, þú verður alltaf að reyna að finna eitthvað nýtt til þess að láta álaga líka með þess að sé eitthvað svörun, þannig að reyna leiðin sem þú getur orðið betri, þú ert alltaf að gera það sama. Það er svona svipað eins og þú sést alltaf að endurtaka sama kennslutíman aftur og aftur, þú verður aldrei betri, þannig að já, þú verður alltaf að finna eitthvað nýtt. Ertu líklegur að henda þér í Laugaveginn og einhver ultrahlaup á næstunni eða? Já, lúktilega ekkert sko, ef ég flyt aftur til Íslands og svona er hættur að reyna að hlaupa hratt í marathonum og svona, það geti alveg prófa að taka Laugaveginn. Ég lappa hann einu sinni, þannig að það er rosa
þetta er rosa falleg leið, þannig að það var alveg gaman að prófa það einu sinni. Bæta lapptímaðinn, það var gaman. Já, allavega hérna, já, það var gaman að prófa eitthvað tímann, ég er satt ekki alveg búin að pæla eitthvað mikið í því, sko. Nei, ok, þannig voru ekkert eitthvað að horfa á að lengja í þessum vegalengdum. Nei, maður er alltaf litið svolítið á últralaupin, svona, þá ertu eiginlega hættur að pæla í kannski hraða, þá ertu meira bara svona hversu langt þú getur farið. En ég gef mjög mikið respekt á últralaupar og þetta er náttúrulega bara rosa erfitt og mér finnst þetta rosa, já, svona áhugavert að sjá hvað fólk getur hlaupið langt. Manna hérna heimsmetið fyrir sólarhringarhlaup er 303 kílómetrar og maður bara alveg, hvernig er það hægt líkamlega? Það er bara ótrúlegt. Er það sem að Kilian Hornet var að reyna að slá daginn? Sástu það sem hann var að hlaupa hlaupabraut í sólarhring? Já, það var einmitt metið sem var að slá. Hann var að reyna að slá metið hans þarna Yannis Kouros frá Gríklandi. Hann er bara með harðasta haus sem ég nokti sé. Það er heimildamynd á YouTube sem heitir Forever Running með Yannis Kouros. Er hann ekki grískur eða eitthvað? Jú, hann er grískur. Hann kalla hann hérna endurborin Phidippides. Phidippides var maðurinn sem að hljóp fyrsta marathonið. Já, hljóp frá Sparta til Aþenu og tilbaka sem var einhverjir 500 kílómetrar eitthvað. Svo hljóp hann. Svo var það, já, það er svolítið svona, það er smá þið veit ekki alveg hvernig þetta var, en það er haldið að vera annarkvort óþekktur hermaður sem hljóp frá Marathon til Aþenu til þess að segja að Grikkir er unnið, eða það var Phidippides sjálfur sem hljóp þessa velengd og svo dó hann út að hann hljóp undir 2 tímum með eitthvað slags. Þannig að, já. Og Yannis Kouros er hann endurfæddur. Já, það er sem þið segja í Gríklandi, sko. Þannig að það er ótrúlegt að horfa á þessa heimildamynd, sko. Bara missa nögl og svona að hlaupa og bara ekkert mál. Og, já, þetta er bara allt annar pakki. Þú ert komin í eitthvað svona sólarhringshlaup og ég meina, þú veist, þá er maður bara á jogginu og það er náttúrulega bara eitthvað sem þú ert ekki mjög heillaðar af, heyrist mér. Þú vilt bara vera á hraðanum og vera að keyra á einhverjar styttri vegalengdir. Já, það er ekki mjög aðeinslegt fyrir mér að hlaupa 40 kílómetrar bara eins lengi og getur. Það er svona ekki mjög spennandi fyrir þér. En þú, eins og þú segir, þú berð alveg virðingu fyrir þessu. Maður er líka tekið eftir því hvernig þú talar og í öðrum viðtölum. Þú berð alveg mikla virðingu fyrir eins og sem Íslandsmetum sem voru búin að vera að slá og þeim sem hafa komið á undan þér og sett svona svolítið standardinn hérna áður, bara eins og Kári Steinn eða Siggi P eða Jón Dauriksson og allir þessir. Þú verður að hafa alltaf, ég hef aldrei svona sagt það fyrirfram, ég ætla að slá Íslandsmetið þetta Íslandsmetið eða svoleiðis, út af því að ef þú ert, já, sérstaklega sko, þú ert ekki búin að hlaupa jafn hratt og hinir í öðrum vegalengdum og svona, það finnst mér svolítið svona vanvirðing ef þú ert að svona gera lítið úr Íslandsmetinu hjá þessum út af þú heldur að þú getur bara auðvitað að tekið það. Ég reyni alltaf að bera virðingu fyrir þeim sem að koma undan mér og sérstaklega kannski Kári Steinn út af því hann náttúrulega sýndi mér svolítið svona hversu langt maður kemst í þessu sporti. Því ég byrjaði að hlaupa var hann á Ólympíuleikunum og já, hann bara var rosa góð fyrirmynd fyrir mig þegar ég var yngri. Já, einmitt, og tekundi það hann líka ég hitt hann einhvern tímann niður í CrossFit Reykjavík fyrir 2 eða 3 árum og var bara svona að spyrja hann út í Íslandsmetið og fannst þetta bara áhugavert og hann náttúrulega þessi rosalega góði hlaupari og hann var eitthvað, já, það er gæði út í Bandaríkjunum, Hlynur Andrésson, ég held að hann svona, þú veist, hann geti verið líklegur í að hóta þessu meti einn daginn. Ég eitthvað, Hlynur, veit ekkert hvað það er. Nei, það er kannski lógist að fólk veit ekki hvað er en það skiptir allir, engum máli. Nei, menn núna líka, þú veist, og eins og búin að koma inn á, bara, þú veist, marathon er líka, og við erum búin að ræða þessar löngu vegalengdir, marathon er svona, og eins og þú hugsaði líka sjálfur, bara, ætli ég komist þetta? Meðan að 1500 metrar var bara svona, ég veit alveg, ég kemst þetta, en bara, þú veist, síðan einhver hleypur þetta hratt, ég menn, þetta er ekkit flókið, þannig bara hlaupa nokkra hringi á okkur braut, en marathon er smá svona, þetta er vegalengd sem bara, maður lendir á veggnum og bara missa táneglur og deyrið og hlaupir þetta undir 2 tímum og allt þetta. Já. Almenningur er svona aðeins spenntari fyrir þessu út að þetta er svo langt, sko. Já, marathon er alveg bara klárlega þekktasta grein í dag og þetta er svona eina grein í frjálsum sem að getur séð sig sjálf út af því að þú getur náttúrulega fengið svo mikið pening út af því bara frá almenningi sem skráður sig í marathonlaupi og það er náttúrulega það er það sem vinnur með þessu. Já, klárlega og svo líka ef þú vinnur til dæmis Boston Marathon eða eitthvað þá er þetta að fá $200,000 eða $250,000 eða eitthvað, þannig að þú þarf eiginlega bara að keppa 2 ári til þess að vera marathonlaupari til þess að fá ákveðin pening út úr þessu, þannig að já, þetta er klárlega svona kannski virtasta hlaupavegalengd í frjálsum og ég fann það alveg, já, þú veist, það er kannski fyrir eitthvað cool að segja að maður þessi Íslands metafi í marathoni
kannski í staðin fyrir eitthvað annar 1500 já, en þarna það sem gerist náttúrulega bara ok, almenningur keppir í marathoni við fáum herra vinningsfé þannig að sigurvegarinn í marathoninu að fara bara vera fjárhagslega stöðvari sem þýðir að allir fókusa á marathoni. já, ég held að það sé svo ég meina, ef þú kíkir bara á Reykjavík marathon ég held að það kosta 10 skall eitthvað að skrá sig inn Nei, meira 16, 17, 18 skall sko. já, nákvæmlega, þannig að já, það er ágæðin peningur í þessi sporti sko. Veistu hvað maður að vinna ef maður vinnur Reykjavík marathonið? Hvað peningur í marathon Já, marathon. Hefur bara unnið hálfmarathoni þá var 150 skall ég held að það sé 250 skall fyrir að vinna Reykjavík marathon sem frekar lítið með við borgarmarathon og vinnur einhvers annars staðar þá getur þau unnið upp í 1.000.000 kall sko. Já, ok, en já, ég meina þó það, þú veist, ég mynda þér hvernig, bara út af ég horfði á CrossFit stækka þá var allir svo reiðir yfir því hvað var sýnt þessu lítil athygli og allt þetta hérna heima og hérna, það var bara að senda tölvupóst á hún Annimist var hérna að vera heimsmeistari í þessu og ætlaði ekkert að fjalla þetta og eitthvað svona Já. en síðan bara kom sko lestin á flegiferð og núna eru bara allir að stunda CrossFit og allir að followa CrossFitara og allt þetta og fyrir vikið þá náttúrulega bara geta bestu CrossFitarnir lifa af sinni íþrótt. Já. Raunin alls ekki svo sama í hlaupunum. Ég held að það sem virkilega hjálpa CrossFit að mediað í kringum eða miðlarnir í kringum 100%. CrossFit eru svo rosalega flottir ég reyna alltaf að horfa á Netflix heimildamindar sem koma út hverju ári mér finnst þetta bara svo töff heimildamindir það er ekkert svona í hlaupum ef það verður svona kannski aðeins með Eliud Kipchoge og svona en það er ekkert mjög mikið ef þetta væri meira og þú kannski þú kynnist svo karakterunum svo vel þú kannski ert með eitthvað sem þú heldur upp á og svona og maður þekkir öll nöfnin eins og Matt Fraser og allir þessi gæri í CrossFit og ég held að þetta hjálpar virkilega CrossFit að hversu það er mikil svona miðlarnir eru góðir hana síðan hlaup líka bara oft það sko sogar að sér svona bara svolítið svona bara hlaupa típurnar fattarðu, bara fólk sem bara þegir og fer bara út að hlaupa og ekkert að reyna, Matt Fraser alveg karakter og skjótu byssum og fagna og allt þetta, meðan hlaupararnir þeir eru bara svona hóværir, bera virðingu fyrir hver öðrum og eins og Kipchoge ég meina, hann bara svo magnaður út að hann þrýfur klósettið hjá vinur sínum og leggsi hann upp í rúm með milljarða í bankareikningum það svona ekki alveg miklu stjörnustælar í gangi sko. Hann svona running Buddha þetta er allt öðru þessi karakterar, það er alveg ég held að þessi rosalega svona mikið testosterón í gangi í CrossFit sem við kannski finnum ekki mjög mikið í marathonhlaupum en það verður alltaf eftir hvað fólk vill ára á jú, alveg rétt sko lítur þú mikið upp til Kipchoge? Kannski ekki mikið og aðrir út af því að það er svo allir berja svo miklu virðingu fyrir það sem segir hann virðist alltaf verið eins og mikill heimspekingur og svona en við veist ofta hann svarar bara ekkert spurningum hann bara segir bara svona eitthvað svona quote frá okkur heimspekingi og ekkert að svara spurningunum svo hann alltaf að segja sko no human is limited og allt þetta og ég finnst að það er alltaf eitthvað takmörk þannig að horfir á þetta raunsætt ég er svolítið svona kannski og sérstaklega þegar hann hljóp fyrstur manna undir 2 klukkutímum mér fannst þetta svo tilgangslist því að það er ekki alvöru hlaup þú ert bara með pace all tíma og svona laser sem við fylgja og það var kannski svipað eins og þegar Cheptegei hljóp núna heimsmyndi í 5 km og 10 km braut hann bara með svona ljós sem hann fylgdi all tíman þetta er ekki alvöru En er það ekki alltaf þannig núna? Er þessi ljós ekki komin inn bara til að vera? Jú, en mér finnst það svo mikil vanvirðing fyrir til dæmis Bekele sem átti metið undan honum. Hann var bara einn að hlaupa og vissi ekki neitt á hvaða pace hann var eða neitt. Þannig að þetta var bara kannski 1 klukku á hring. Það þurfti ekki, horfði bara á splittin. Bæði í marathoninu sem Kipchoge hljóp undir 2 klukkutímum og Cheptegei hljóp undir heimsmeturinn í 10 eða 5. Að þeir eru svo nákvæm. Að þú getur ekki gert þetta án tækni. Þannig þú vilt meina að þessi tækni, þessi laser, hann er svona mikilvægur? Já, klárlega. Ég meina, ef að, þú sér eins og núna í marathonu mínu, að hljópi 1.05 fyrir fyrsta hálfmarathoni og 1.08 fyrir seinna marathoni. Ef maður væri eftir bara svona laser, það væri engin svona, hvað sem á íslensku, variance á ensku, á milli splitta. Þannig að það er ekki mismunur á milli splitta, þá er þetta miklu auðveldara að hlaupa hratt. Þannig að ég held að þetta sé svolítið ósangjant fyrir það sem áttu metinu undan. En það er náttúrulega telst ekki sem heimsmet það sem Kipchoge hljóp, en
Ég hefði haldið að þú myndir fyrr benda á sko kannski skóbúnaðinn að það væri ósanngjarnt gagnvart Bekele eða náttúrulega ástæðan fyrir að þetta er ekki skráð sem marathon út að hérarnir eru bara víxla á 5 km fresti eða eitthvað og hérar hlauparan og búið til einhverja fylkingu þarna í kringum hann. Það er bara áhugavert að þú setja fókus á hann laser sko að það skiptir svona miklu máli. Já, mér finnst það sko, ég meina skóbúnaður hefur alltaf verið betri ef þú tekur kannski skóna hans Bekele árið 2000 og ber það saman við skóna frá 1970 það er mikil munur þar á líka en auðvitað náttúrulega með þessum karbonblötum og allt þetta, það er náttúrulega menn að hlaupa miklu hraðar en þeir voru að gera og öll heimsmynd á götunum bara búin að vera að splundrast þannig að já, þetta er náttúrulega ákveðin þetta er smá ósangjart fyrir kannski fyrrum hlaupara en þetta hefur alltaf verið að þróast en þetta er í fyrsta skipti í sögunni sem við erum með svona laser sem fólk getur svona bara hort á til þess að bera saman hvar þeir eru í hlaupinu því að ef þú ert ekki með neitt svona laser þá veist aldrei hvað þú ert. Nákvæmlega og þetta er eitthvað sem ekki margir tengja við út af því að eins og ef þú ert bestur í heimi og ert að fara að slá heimsmyndið þá er enginn fyrir fram að þig sem er að setja hraðan. Nei, akkurat. Það heldur enginn, veistu svo fyrir þig að ná 5 km undir 20 þá er bara eitthvað með blöðru og segir heyrðu, eltu mig hérna, þetta er bara ég sýni þér hraðan og þú ert bara að berjast við að halda í hann. Þeir eru bara að hlaupa á hraða sem hefur aldrei sést áður. Já, akkurat. Já, og þú ert líka miklu afslappari og veist nákvæmlega hvað þú ert í hlaupinu. Ef þú veist ekkert hvað þú ert, þá ertu svolítið tense og þú ert alveg, er ég að hlaupa nú hratt? Er ég að hlaupa hratt? Þú veist, þannig að fór ég á hratt að stað. Já, ég er svolítið þreyttur núna. Akkurat, þannig að fyrir mér er þessi met á brautinni, þetta er ekki metin fyrir mér, út af því að þetta var bara með aðstoð tækni sem var ekki til áður. Wow, ok. Í hvað skóm hljópstu marathonið þitt? Hljóp í Vaporfly, og ég veit alveg að það er boost að hlaupa í þessum skóm, þú kannski fær mínútu eða 2 mínútur eitthvað á marathon en hvað Vaporfly, er það next? Já, Next%, Vaporfly Next%, ég hljóp ekki annað í Alphafly. Nei, sem er svolítið erfitt með þá skó. Já, ég hef heimt hýrt það og hljóp vel annað hálfmarathon í Vaporfly en ég vildi bara taka marathon í Vaporfly. Já, ok, sami skór. Já, þannig að já, ég veit að þetta gefur smá tíma og en já, ég væri svolítið heimskur, ég myndi ekki hlaupa þá væri ég bara að setja mig í svona og svolítið ósangjant ég væri að gefa öðrum svona advantage ef ég væri ekki að hlaupa þannig að, já, ég ákvað bara hlaupa Já, og náttúrulega löglegt advantage, þú veist, þetta er ekkert eitthvað ég væri smá heimskur, ég væri ekki á IPO Já það var aðrir með advantage Já, nákvæmlega Er mikið eitur í hlaupaíþróttinni, veistu til þess, hefur einhvern tímann heyrt af eins út í Bandaríkjunum eða Hollandi að fólk sé á IPO í kringum þig, þú veist, á þínu leveli Já, maður alltaf veit að því að ef þú ert frá Afríku þjóð kannski eins og Kenya og vinnur eitt svona international hlaup í Bandaríkjunum eða Evrópu eða eitthvað svoleiðis, þá getur þú bara breytt heilu þorpi. Þannig að það er náttúrulega svo mikið, hangir svo mikið á þessu sko, þannig að ég skil það vel að það er alltaf líkur á því ykkur taki til þess að fá sér hérna smá advantage en já, ég er ekki mikið að pæla í því sjálfur því að ef þú lítur á einhverju performance eða einhverju árangra sem að þú heldur að þetta er klárlega dópt þá já, held ég séu ekki að fókusa á rétta hluti en það er bara starfsemin WADA, World Anti-Doping Agency sem á að sjá þetta og hérna, maður getur ekkert gert í þessu sjálfur en það er engin ástæðar að pæla í Nei, og þetta er oft bara svona svolítið bara mengandi fyrir hausinn á manni að vera að segja já, þú veist, ég er að gera þetta rétt en allir hinir eru að taka sér styttirleið og hérna og það er svona, það bara hefur ekkert upp á sig sko. Já, klárlega, orðstu bara að sigra það sjálfur Já, nákvæmlega Herðu, Hlynur, er ekki bara hamra á þetta marathon í desember? Jú, vonandi Ná þessu, Ólympíuleikarnir verða haldin núna 2021, eða hvað? Já, það verður haldin núna í Tokyo held ég enda júlí, byrjun ágúst Og ertu þá að horfa aftur á, ég veit að náttúrulega, fram í desember alltaf fara að breytast, en þú ert þá að horfa á lágmarkið þá? Já, ég þarf svolítið að sjá, þetta er núna er ég alltaf búin að hlaupa marathoni og það var náttúrulega einu séns minn, en ég þarf bara að horfa á heimslista, sjá hvað ég stend og þetta er náttúrulega svolítið leðilegt út af því að bara síðan ég fættist, þá er alltaf lágmarkið fyrir Ólympíuleikana verið svona 2.20 til 2.18. Einmitt, þetta er ekkert smá breyting. Já, þannig að ef ég hlaupi þennan árangur fyrir 5 árum, þá var ég Ólympíufari. En það er bara ekki... með tattúið? Það var ég með tattúið, sko. En nei, þannig að ég þarf bara að sjá hvað gerist. Búin að reyna og var nálagt, en ekki nóg nálagt. Þannig að sjáum bara hvað gerist með þetta. Ok, og hver er Ólympíuleikarnir næst, veistu það? Eftir Tókjó? París.
París Já. og þeir eru ekkert búin að gefa út neinn lágmark fyrir þá eða hvað. Búast þið verið kannski saman eða jafnvel aðeins hraðari, það er 11.00 kannski en það er náttúrulega jákvæður að þú getur ná lágmarki eftir 2 ár, þannig að 2023 þá getur ná lágmarki fyrir leikana í París, þannig að það er kannski sjá hvort að ef áhuginni fyrir hendi og fjármagnið fyrir hendi hvort maður geti haldið áfram svo lengi. Hvað þarf það að gerast svo þú getur haldið svona áfram lengi? Já, bara geta einbeitt mér nú mikið að æfingum og án þess að taka á mig og mikið fjártap, þannig að ég þyrfti að fá kannski aðeins meiri hjálp fjárhagslega. Þannig við erum að tala að út af þú náttúrulega getur ekki sagt já ég þurfti bara að vinna hans meira, það bara stangast á við æfingar, þú bara hefur ekki tímana í sólarhringum til þess, þannig þú þyrftir í rauninni bara að fá styrki eða bara lenda samning við skófyrirtæki sem gefur mig laun, það er annarkvort. Þú þurftir fleiri followers á Instagram? Já, ég þyrfti sennilega að fara ég búin að bæta aðeins í núna en svo lítum maður á einhverju ultralaupara eitthvað með 1,000,000 followers og maður bara svona, shit ég er aldrei að fara að ná þessu. En finnst þið samt ekki eins og ultrahlaupin og það vorum að ræða crossfitið og mídían í kringum það. Já. Það er líka smá svoleiðis í kringum ultrahlaupin. Já, það er eiginlega ótrúlegt. Ég held að hann Kilian Jornet sem er ultralaupari, hann er með 1,000,000 fylgjendur á Instagram en ég held að þessi engin hlaupari í heiminu ekki eins og má fara en eitt sem Kipchoge sem er með nálagt þessu. Nei. Og það kemur svolítið óvart það er ekki eins og hann sé eitthvað hann á rétt undir 30-10 km hlaupi, það er ekki eins og hann sé einhver rosa hlaupari nefnum bara í þessum ultravelengdum, þannig að það er svolítið áhugavert að sjá. Sko ef Toppi er að hlusta á þetta núna þá er það síður á honum ef hann heyrir að Kilian Jornet sé ekki rosa hlaupari. Nei, það sér mér hraður hlaupari. Ég veit meina það, sko, fyrir fólk sem er ekki svona... Toppi veit að ég ber mjög mikla veitingu fyrir honum og það sem hann gerir. Nei, það er þess að Kilian náttúrulega það sem hann náttúrulega heillar við hann er að ímyndaður þig í brautahlaupum. Ég meina, hversu flott efni er þetta að búa til að þér að hlaupa í hringi á sömu brautinu inni, meðan hann er bara í Noregi eða Ölpunum að hlaupa upp eitthvað fjall og með GoPro fasta við sig og bara kletta útsýnið bara sem að enginn hefur séð áður. Þetta er bara klikkun, fólk er heillað af þessu, sko. En ég skil alveg hvort að tala að líka áhugavert að þarna sé bara fókusin ekki á þessum sturluðu tímum sem þeir eru að hlaupa á brautinni, út af því að ég held bara að mídjan hafi klikkað á því að sína nú vel frá þessu. Ég hef hort á einhver innanhúsmótin á Íslandi og þetta er bara mjög spennandi. Já, getur klárlega, við frjálsarum við svo aðeinslega að horfa og því að það er kannski eina leiðilega ef þú ert að kannski horfa 300 og svo allt í einu kött á stangastökka eitthvað sem einhverjum grein sem við engar áhuga á. En já, mér finnst kannski frjálsar er einn mest spennandi íþrótt sem ég get hort á. Það er bara eiginlega körfubolti og frjálsar sem ég horfa á, sem er Formúlu 1. Þannig að... En mér finnst þarna bara til þess að koma því að bara eins og með crossfitið að það er sem sagt stundar ólympíska liftingar inn í því, clean and jerk og snatch og allt þetta og ólympíska liftingar sem bara sport, ég meina bara ólympíu íþrótt, þær voru alltaf bara gríðarlega óvinsælar út af því það skildi enginn hvað þetta snýrist og bara fólk að henda sér undir eitthvað stöng og standa upp og það flott, sem þegar fólk byrja að stunda crossfit og bara fattaði hvað 40 kíló eru þung og sér síðan að þessi gæði er að henda 200 kílóum upp í hausin á sér, það er bara svona, það er komið smá samhengi hérna, ég veit hvað er að gerast, ég skil hvað þetta er erfitt, ég ber virðingu fyrir þessu að sjá einhvern leika sér svona með þessa þyngd. Það er kannski svolítið það sem vantar hjá hlauporunum, að horfa hlaupa einhvern hring undir 60 sekúndum, það bara þýðir ekki neitt. Nei, það er akkurat málið, sko, almenningu verður að tengja. Það var hérna í Bandaríkjunum svo 1972, það kom svona sprenging bara í hlaupunum. Út af því að Frank Shorter vann marathon gull í Ólympíuleikunum 72 og það var bara almenningu bara komin inn í íþróttina að hlaupa blánt og hlaupa marathon bara fulli og þá náttúrulega urðu til stjörnur en ef almenningur tengir ekki við þá ég held að sérstaklega inn á Íslandi það er náttúrulega ekkert aðeinslega viður aðstæður alltaf og það náttúrulega ekki kannski það margir að hlaupa en það er kannski ekki svona heitlandi íþrótt eins og til dæmis crossfit sem er innan úrs og En ég gef massíft kredit til eins og bara Arnar Péturs að mæta inn í langhlaupin og koma því til skila hvaða er að hlaupa á ákveðnum hraða og vegalengdir og allt þetta og þess vegna eins og ég var að tala hraðaðinn áðan, pace 3:06, hvað þýðir það? Ég veit það ekki, en Arnar alltaf, það er eins og stilla brettið á þetta hérna eða vera á rafmagnslaupahjólinu eða hvaða nú er, bara svona svo fólk sem er að hlusta tengi aðeins við hvaða afrek þú ert að vinna þarna, því þessi hraði sem þú ert á, þetta er bara ég myndi ekki halda honum í kílómetr. Sko, Arnar er búin að vera rosa góður fyrir íslenska hlaupaði samfélagi. Bara massíft kredit fyrir það sem hann hefur gert, sko.
sérstaklega skrifa bókarna og já, þetta er bara frábært sko. Einmitt. Og þú sömuleiðis með bara lifta stönginni upp núna, nú er allir að horfa á tímannas lins og reyna að ná þeim. Já, það verður spennandi að sjá hvað gerist með framhaldið. Það er svona að vera bestur sko, nú ert ekki lengur að elda, nú ert þú eldur. Já, það er kannski, má lítið á svo leys. Þú verður bara að taka því. Já. Herðu, Hlynur, bara aftur innilega til hamingju með allan árangurinn og bara ég held með þér, ég vona innilega að gangi vel að bara ná endum saman og láta þetta virka fyrir næstu mánuði svo gefist ekki upp á þessar íþrótt og bara hamrir á þetta í marathon. Takk fyrir það.